Kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í þennan næst síðasta þátt ársins 2025. Það er eiginlega fáránlegt hvað þetta ár hefur liðið hratt. Ég man því ég var yngri þar sögðu heldra fólkið, sagði alltaf já, tíminn liðið bara hraðar eftir því sem eldist og ég tengi svo sannarlega við það. En mér finnst það samt ekki því að ég sé eitthvað að verða gömul. En allavega, þegar það farið að líða svona á árið, þá óhjákvæmilega fer maður svolítið að svona líta í aftursýnisspegilinn og horfa yfir hvað árið 2025 hefur gefið manni. Þannig að mig langar svolítið að biðja þig að skrifa niður 3 spurningar og svara þeim þegar þér hendar. Fyrsta spurningin er bara hvað var gott við árið 2025? Hvað var gott við þetta ár? Og það getur verið 1 hlutur, það getur verið heil A4 blaðsíða, bara eftir því hvað hefur gengið á þessu ári. En það er alltaf eitthvað gott og það er hægt að flokka það niður eftir mánuðum þess vegna. Síðan er það spurning númer 2 og það er hvað hef ég til þess að vera þakklátt fyrir eftir þetta ár. Og það getur líka verið 1 hlutur eða margir hlutir. Og eins og ég hef svolítið verið að tala í síðustu þáttum að hvað þakklæti er ótrúlega mikilvægt og bara það að veita því athygli fyrir hvað við erum þakklátt, það eykur hamingju okkar og vellíðan og við förum bara einhvern veginn að taka öðruvísi eftir. Og svo er það 3. spurningin og það er hvað vil ég gera öðruvísi á næsta ári? Þannig að fyrsta spurningin er hvað var gott við árið 2025? Önnur spurningin var fyrir hvað er ég þakklátt eða þakklátur eða þakklátt eftir þetta ár? Og síðasta spurningin, hvað vil ég gera öðruvísi á næsta ári? Og þetta eru dálítið góða spurningar til þess að hefja nýtt ár 2026 með. En ég hóf þetta ár á námi hjá Virkja og það hefur svolítið mikið hjálpað mér að vaxa og gera þetta ár bara að frábæru ári. Þannig að mér langar að hvetja ykkur til þess að kíkja bara á heimasíðu virkja.is og skoða þetta nám hvað þetta snýst. Og það er hægt að fá frítt kynningaviðtal ef þið hafa áhuga á að skoða. Ég held reyndar að sé orðið fullt í námið í janúar, en það kemur nám eftir það nám. Og það er líka bara ágætt að þetta gerist þegar þetta átt að gerast, eins og maður segir. Já, þannig að árið 2025, það var bara stórgott ár. Og ég ætla að hefja árið 2026 í himnastiganum í Kópavogi. En þar hef ég verið með viðburð síðustu 3 ár og þetta verður þá í 4. skiptið. Og mig langar bara að hvetja þig sem er að hlusta, ef þú hefur tök á því, að kíkja við í himnastiganum einhver tíman á nýjársdag og taka eina ferð í himnastiganum eða fleiri, ef þú treystið þig til. Þetta er svo geggjuð stemning. Þetta er bara svona til þess að hvetja fólk til þess að fara út á nýjársdag, byrja árið vel, hvetja okkur bara til daglegar hreyfingar. Og þetta myndast bara ótrúleg stemning. Ég held að hafi komið 600 manns í himnastigan samtals á nýjársdag í fyrra. Og við ætlum núna á þessu ári að reyna að ná 2026 ferðum samtals. Þannig að þið þurfum að muna að skrá ferðirnar ykkar þegar þið eru búin. En ég mun segja betur frá þessu þegar nær dregur og þið getið fylgst með líka bara á Instagram á Heilsuerla. En í dag fekk ég til mín hana Sonju Sif Jóhannsdóttur sem er samstarfskona mín í MH, mögnuð íþróttakona og geggjuð heilsufyrirmynd. Hún veit svo ótrúlega margt að ég hveti ykkur eiginlega bara til þess að hafa með ykkur glósubók við hlustið á þáttinn. Að því að við tölum svo marga hluti sem að skipta máli en við förum yfir næringu, yfir hreyfingu, hvernig hreyfing hendar á sérstaklega á svona heldra aldurskeiðinu, hvað svefnin er mikilvægur og hún segir okkur frá slysi sem hún lenti í og
ótrúlega krefjandi endurhæfingu vegna höfuðhöggs sem hún fékk. Og svo segir hún okkur frá mjög áhugaverðri rannsókn sem hún gerði á heilsu sjómanna þar sem hún fór með þeim út á sjó í 30 daga og var bara með sína eigin tilraunastofu hérna út á sjó og þessir sjómenn náðu alveg ótrúlega miklum árangri og bættu heilsuna sína til muna. Þannig að það sýnir bara hvað svona einföld inngrip og fræðsla getur haft í mikil og jákvæð áhrif. En ég var búin að nefna Virkja sem einn af samstarfsaðilunum mínum, en svo ég nú líka svo ótrúlega heppin að vera með fleiri klappstýrur á kantinum, en það til dæmis Spíran sem uppáhalds veitingastaðurinn minn og staðsett í Garðheimum og ef þú ert ekki búin að smakka heilsusalatið mitt, þá hvet ég til að prófa. Þetta næringaríkt, þetta próteinríkt, þetta ótrúlega fallegt og bragðgott. Þannig að þú verður ekki svikin. Síðan það heilsuhyllan og heilsuvara desembermánaðar Digest meltingarensím frá Enzymedica. Auðvitað alltaf best að borða holla og góða fæðu og lifa streitulitlu lífi til þess að meltingin okkar sé í toppstandi, en stundum þurfum við aðstoð og sérstaklega þegar við erum að koma okkur á stað í átt að betri líðan og margir upplifa líka bara svona meltingar ónot í kringum jól af því að þá fer einhvern veginn mataræð okkar í svona eitthvað sem við erum ekki alveg vön, kannski aðeins meira rugl. En þetta virkustu meltingar ensím sem völ á og Digest Gold gæti því hjálpað ykkur ef þið upplifið eitthvað slíkt. Og svo það Þín fegurð snyrtistofa sem staðsett í Firðinum í Hafnarfirði og ég veit að það bjóða upp á ótrúlega falleg gjafabréf sem hægt að kaupa og tilvalið núna í jólapakkan fyrir þá sem þið vitið ekki hvað á að gefa og það rosalega marga meðferðir til. Ég var líka að komast að því að þær eru með brúnkumeðferð eða svona tannsprey og ég prófaði það í fyrsta skipti í gær og ég held ég myndi pissi í mig og hlátri fyrst. Mér leiði svona eins og Ross í Friends þegar maður horfði á það. En svo fór ég í sturtu eftir 4 tíma og skolaðist mest af og nú ég bara ótrúlega fín og tilbúin í öll jólaboðin framundan og utanlandsferð. En þá nú bara komið að því að vinda okkur í þátt vikunar og eins og ég sagði áðan, ekkert verra að hafa kannski bara glósubók við hendina. Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í dag hjá mér dásamleg kona, samstarfskona mín, hún Sonja Sif Jóhannsdóttir, sem veit ýmislegt heilsu. Vertu velkomin. Takk kærlega. Við erum nú búin að ætla að hittast ansi lengi, þannig gaman að við lítum að þessu verða. En fyrir þá sem ekki þekkja þig, hver konan? Heyrði, já, vá, það svona pínu erfitt að kynna sjálfan sig. Ég bara, heiti sérst Sonja Sif, já, eins og þú sagðir, og Jóhannsdóttir. Ég bara sveitastelp úr Skagafirði, ef við förum alveg svo langt aftur. Ólst upp á bæ sem heitir Hofahöfðaströnd. Og bara típisk sveitastelpa, mikið í náttúrunni, æfði íþróttir og já, fór svo eftir ég kom í menntaskóla, fór ég í menntaskólan á Laugavatni, langt að heiman. Og tók svo smá sagnfræði, fór svo í íþróttakennaraskólan. Á Laugavatni aftur. Á Laugavatni aftur. Og tók svo master í Public Health eða lýðheilsuvísindum. Þannig að það svona, hvað segir maður, svona hratt lífshlaup hver ég Þannig í grunni myndi ég bara segja að ég væri sveitastelpa sem hefur mikinn áhuga á bara heilbrigðum lífsstíl. En það sannlegt. Og hver myndirðu segja svona að væri þín helstu áhugamál? Kannski þau snúa bara rosa mikið að svona útivist og hreyfingu. Ég held að það sé svona aðal áhuga mín. Ég reyndar að les mjög mikið. Ég myndi segja að ég væri pínu bókaormur svona inn við beinið. Það svona eitthvað sem ég gerir mikið af líka.
En svona heilt yfir það eitthvað hreyfing og útivist, myndi ég segja. Það svona helstu áhugamálin. Einmitt. Og rosa mikið svona, þú veist, tengt heilsu. Þú ert allavega rosalega fróð. Já, kannski það líka bara... Já, mér mjög gaman að grúska. Og svo kannski það einmitt námið, íþróttafræðin. Þú veist, svo hef ég þjálfað mjög mikið og var sjálf mjög mikið í íþróttum og já, mjög mikið íþróttum sem barn og unglingur og það svona einhvern veginn teygðist inn á fullorðinsárin þó að íþróttirnar hafa breyst og áherslurnar. En þá ósvöld einhvern veginn áhuga svo líka bara heilbrigði og heilsa og ég hef unnið mjög mikið sem tengist þessum þáttum. Þannig að já, þetta svona blanda saman, vinn og áhugamál, verður svona kannski ein heild einhvern veginn. Og þú gerðir rosalega áhugavert mastersverkefni. Já. Viltu segja okkur aðeins frá því? Já, ég mjög gaman að spjalla það. Það reyndar tíminn svo fljótur að líða. Það bara allt í einu komið 2025 og ég var að fatta, ég var bara, vá, hvað langt sinni ég gerði þetta verkefni. Ég var sérst að gera þetta verkefni 2006 til 2008. Vá, þetta svona langt. Já, þannig allt í einu bara komin einhver 17 ár. En mastersverkefni mitt sem ég tók var heilsusjómanna sem var mjög skemmtilegt. Ég myndi segja að leiðsagnakennarinn minn pínu bara hendi mér í djúpulaugina og bara ég mátti pínu ráða, eðlilega, maður á að tengja þetta við áhugasvið. Og fyrst var ég eitthvað pæli að ég hafði möguleika að fara til Danmerkur og vinna einhverju rannsóknarstofu og skoða einhverju vöðva sýni og eitthvað svona pæli einhverjum hröðum eða hægum vöðvaþráðum og eitthvað svona. En mér langaði pínu, ég var búin að vera að grúska í því svolítið, en mér langaði svolítið að gera eitthvað öðruvísi. Og svo var þetta bara algjör tilviljun, ég engin, ég úr sveit, ég ekki með neina sjómenn í kringum mig, það bara einhvern veginn þannig, enga svona nána. Og en var bara á tannlæknastofu og var að lesa blað og ég sá bara fyrirsögn, bara hjartaáföllum borð í íslensku fiskiskuppi. Og ég fór bara eitthvað að hugsa bara, eitthvað meiri líkur á að fá hjartaáföll ef maður sjómaður eða ef maður bóndi. Mig langaði bara, og ég sagði bara við leiðsagnakennarinn, ég ætlaði að skoða heilsu sjómanna og hann var bara, ha? En svo var ég bara með ákveðna hugmyndir og þetta var bara, ef ég segi sjálf frá, ótrúlega skemmtilegt, krefjandi en skemmtilegt og ég fór í samvinnu við Hjartavernd. Þar voru 2 hjartalæknar sem að, ég var með svona hugmyndir mér langaði að gera íhlutunarrannsókn og kannski bara til að útskýra það að þá fær maður ákveðið þýði sem í mínu tilfelli voru bara íslenskir sjómenn og þeir fari í einhver svona baseline rannsóknir sem voru allar gerðar af mér með hjartalæknunum inn á Hjartavernd. Hvernig mælingar voru það? Fyrsta lagi voru þetta bara hæð og þyngd, blóðmælingar, öndunarmælingar, þrekmælingar sem voru kannski það sem að ég hafði mesta áhuga á. Af því að þrekmælingarna þá ertu tengd við hjartatæki og línurit og þú sér rosalega mikið hvað gerist. Þannig að þarna vorum við bara að meta þrekið þeirra og svo almennt heilsufar út frá blóðmælingunum og spurningalistum. Kólesteról og blóðsykur og alls konar. Já, kólesteról, blóðsykur, tríglýseríð, mittisumál, blóðþrýsting var ég örugglega búin að nefna og til dæmis efnaskiptavilla, ég var að leita eftir henni því það þessi 5 þættir, það kviðfitan, blóðþrýstingurinn, tríglýseríðið og HDL aðalega eða kólesterólið, það svona hlutfallið þarna á milli og þú veist það var svona, já, maður var að leita eftir ákveðnum þáttum. Þannig allir fóru í þessar rannsóknir. Hversu margir voru þetta? Sko, þýðið var 120. Já, vá. Sem var, þú vilt samt helst ekki fá lægri tölu, en svona að því þú veist að einhverju detta út, þannig ég var að vona að baseline væri svona 100 að lokum, sem það gekk upp. En svo þetta þannig að svo enda allir á að fara í þessar mælingar, viðtal við hjartalækni og þú veist, þannig að hjartalækni gefið þér einhverja niðurstöðu ásamt mér og ég notaði svona gula, græna og rauða spjaldið, pínu svona eins og umferðarljósin, þú veist. Sumir fengi í alvörinu rauða spjaldið og bara þurftu virkilega að gera einhverja breytingar á sínu lífi og til gamans, þó það sé ekkert skemmtilegt við það, þá var af fyrstu 70 sem ég skoðaði, það voru 3 sendir í bráða þræðingu. Vá! Það var ótrúlega svona, fyrstulega fyrir mig var það pínu áfall, en fyrir þá var það, þú veist,
þeir voru mjög hissa en það voru bara kransaðan alveg lokar en það sést í þrekprófinu. Þannig að og ég fæ sko ennþá blóm frá einum sem sko vill meina Bjarga líf hans bara. hann átti að fara út á sjó klukkan 4 og hann kemur í þrekpróf, hann bjó út á landi, var að gera sér sérferð í bæinn og þetta uppgötvast og hann var bara kominn á skurðarborðið þegar hann átti að vera að sigla út, þannig að hann vill meina að ef þetta hefði gerst 200 mílur frá landi þá náttúrulega hefði þetta farið öðruvísi. Þannig að þetta var svo áhugavert og lærdómsríkt en svo ég komið svo nú frá mér var sem sagt baselineið, allir skoðaðir, fá allir viðtal við hjartalækni, fá annað hvort gula, græn og rauða eins og ég nefndi. En svo skipti ég hópnum í tvennt að þetta er íhlutun. Þannig að helmingurinn fær eitthvað öðruvísin heim. Inngrip. Og þannig helmingurinn bara fór út í lífið með þessi tilmæli frá lækninum. Bara heldur sínu en reynir að breyta og bæta sem lækninn lagði til, sem þurftu. En svo fylgi ég helmingunum eftir. Skilur, fer með þeim út á sjó og ég fylgi þeim eftir í hálft ár. Vá, og hvað varstu lengi út á sjó? Heyrðu, ég fór 2 sinnum 30 daga á fyrstu tóra. Sem var náttúrulega mest í lærdóminn fyrir mig. Þú veist, ég er náttúrulega bara tilhugsunin sko áður, þá var ég bara sjóveika að fara út í Drangey sko. Þeir sem þekkja Skagafjörð vita hvað Drangey stutt frá landi. Ég hafði nokkru sinnum farið út í Drangey og alltaf verið sjóveik, þannig að farið 30 daga var alveg challenge, en virkilega lærdómsríkt. Og þar gat ég fylgt þeim eftir, ég var að vinna með kokknum borð og þeim sjálfum og fræðslu, sett upp hreyfiplan, ég bannaði ekkert að borða en við bara kannski breyttum áherslum, höfðum meira val og svo held ég bara að fræðsla og pepp skipti ótrúlega miklu máli. Og niðurstöðurnar urðu þannig sem var ótrúlega skemmtilegt og þetta var svona tvíhliða. Ég var pínu sorgmædd af því að þeir sem fengu ekki íhlutun, það versnuðu allir. Versnuðu? Þeir eru ekki eins og héldu? Nei. Eða héldu, ég ætla kannski ekki að ljúga, en þú veist, því miður, þeim hrakaði á hálfu ári og sérstaklega þeir sem virkilega fengu til dæmis rauðaspjaldið og ég var pínu döpur yfir því að eitthvað svona rauðaspjaldur frá hjartalækni gerði það ekki að verkum að þú tókst eitthvað til í þínu lífi. En á móti kom að þeir sem fengu íhlutun, við fengum alveg frábærar niðurstöður og svo ótrúlega mikla breytingar og ég var svo heppin að akkurat þarna þegar ég er að gera þetta verkefni og niðurstöðnir komnar út, þá var haldin svona ungir vísindamenn í Evrópu. Það var svona á vegum Háskóla Íslands, það voru einhverjir sendir út til Portúgals og ég var ein af þeim sem var svo heppin að fá að fara og kynna verkefni mitt og segja frá því. Og ég fékk svo ótrúlega mikið af spurningu bara hvernig gastu náðu þessum árangri. Þetta var lygilegur árangur í blóðgildunum, þyngdartapinu, svefngæðin og svefnin og það var svo margir þættir sem við vorum að skoða. Kvíði, depurð. Já, þannig að það voru spurningalistar líka. Já, það voru 2 stóri spurningalistar í grunninn sem einmitt verið að lesa úr svona einmitt eins og svefn, vandamál, depurð, kvíði og þú getur bara ímyndað og vinnur 30 daga út á sjó. Það er svona félagslega tengslin, fjölskyldan, þú veist, það er svo margir þættir sem koma inn í líf sjómannsins sem var svo lærdómsríkt fyrir mig að það var svo margir vinklar sem maður var að skoða. En hvað svaraður fólkinu? Hvernig náður þessum áhrifum? Já, það vakti mig sjálfa svo til umhugsunar. Því ég kannski, þegar þú ert búin að vinna í einhverju verkefni í marga mánuði og þetta var komin hann rúmt ár, þá verður svo samdauna að ég þurfti mig pínu að stíga út fyrir eins og þau voru að benda mér á og bara vá, hvað þetta voru geggjaðar niðurstöður. Og ég held, það er bara mín skoðun, að ég var pínu bara með tilraunastofu út á sjó. Ég gæti stjórnað breytunum mínum ótrúlega mikið. Þeir voru ekkert að skreppa út í sjoppu? Nei. Þú veist, ef ég hefði bara tekið, segjum bara einhver banka hérna í bænum og verið bara með fólki í heilsueflingu og eitthvað, jú, við höfum klárlega séð árangur. Ég er ekki, þú veist, ég efast ekki það. En þarna var þetta öðruvísi og þú veist, það myndaðist ótrúlega mikið svona pepp og hvatning og ég lærði þarna að kallmenn þrífast á keppnum. Einmitt, akkurat. Þetta setja ég bara, jæja, hvað erum við lengi að hjóla í kringum Ísland? Við settum upp og svo erum við að telja kílómetra eða hvað getur náðið þessum túr mörgum ferðum í kringum hnöttin eða eitthvað. Þannig að þeir voru að auka hreyfingu og þeir voru að bæta matræðið og fræðsla þá svefn og alls konar? Bara alls konar. Svefnin ég var með alls konar fræðsluerindi.
Eitt af því var bara almennt næringu. Ég hugsaði, mér fannst eins og það vantaði svolítið bara fræðslu næringu, bara almennt og bara skammtastærðir, samsetningu. Það var svo margir þættir sem mér fannst þið þurfa að tala hreyfingin og þeir voru með, bara ég glemdi að nefna það, þeir voru með púlsmæla 24/7, alveg bara, þannig ég gæti líka séð, þú veist, og að því það var pínu þeirra upplifun og ég skildi það alveg, þeir upplifðu pínu eins og þetta væri erfiðisvinna, þú veist, og þannig pínu svona hetjur hafsins, þetta erfið vinna, eitthvað svona. En þarna 2008, þá innbyltingin samt búin að ná inn í Frystiþóruna. Þannig ég gæti sýnt þeim að heilt yfir voru þau með skrifstofu púls. Þannig að það var bara svona tvisvar kannski á vakt, þeir þurftu að fara upp á dekk og draga trollið og þeir voru slá úr plötunum. Þetta var svona ákveðin verkþættir, þar sem púlsinn fór upp. Þannig að þarna líka sáum við svart á hvítu að þú veist, það var kannski ekki alveg eins mikil hreyfing og þeim kannski svona upplifðu. Þannig að við gátum svona aðeins, skoða það sérstaklega og þeir fengu bara grafið útprentað eftir hvert sólarhring ef þeir vildu. Þannig að, þú veist, ég hafði góð verkfæri og góð gögn upp á að skoða þetta og þetta bara, var svo frábært og svo var bara, þessi stemming sem myndaðist, ég fór auðvitað með 2 mismunandi áhöfnum, auðvitað var mismunandi en heilt yfir var þetta bara, þeir tóku mér ótrúlega vel, ég var alveg pínu stressuð. Hvað voru það margir í einu? Sko, þetta var alveg stór frystitogari, þannig að þeir voru 28 borð, engin kona því miður í neinum af rannsóknunum, það er bara, þær eru svo fáar í sjómannsstéttinni, þó það hefur aðeins aukist. Þetta voru bara karlmenn, þannig ég var alveg pínu svona, ekki kannski stressið, en það var svona fyrirlt í maganum, bara hvað munu þeir hlusta á einhverja stelpu og hvernig ætla ég að ná þeim á mitt band, því það skiptir máli. Og ég fekk alveg heyra þarna fyrstu dagana, hvað ertu bara að fara að láta okkur borða eitthvað kanínufóður? Og þá fattaði ég, kanínufóður, þeirra huga var eitthvað kál og grænmeti og þeir tengdu það bara við hollustu. Ég var að reyna að útskýra að hollustan felst ekki bara í að borða kál, að ég skilur þessi fræðsla. Bara þú þarft þín prótein, þú þarft góðar fitur, þú þarft góð kolvetni, það er spurning samsetninguna. Og skammtastærðirnar eins og nefndir áðan. Hvað segirðu? Og skammtastærðirnar eins og nefndir áðan. Það var stæðsta sem ég sá breytingu á og ég skil það svo vel. Þessir menn, þeir eru harduglegir, þeir vinna í akkordi, þeir vinna, þú veist, þú ert bara að vinna í 6 tíma, svo farið 6 tíma hvíld, vinnur í 6 tíma hvíld. Svona eru 30 dagar. Þeir vinna hratt, þeir sofa hratt, þeir borða hratt. Og ég tók eftir bara, eftir svona 3 daga, þá var ég búin að fatta að meðan ég var í biðröðinni, þú veist, að bíða eftir að fá mér á diskinn, þá var sumir kannski búnir að borða og komin aftur í röðina. Þannig að, þú veist, þeir borðaði svakalega hratt og það var bara fyrsta fræðslan, það var bara, heyrðu, nú ætlum við bara að fá okkur einu svona diskinn, við ætlum að tyggja matinn, við ætlum að spjalla meðan við borðum, skilur, þeir áttu ekki að vera í akkord að borða eins og að vinna. Þannig að þetta var svona litlar breytur en bara að kenna þeim að það tekur 20 mínútur frá því þú byrjar að borða þangað til heilinn meðtökur og saddur, skilur við. Þeir voru búin að fá sér 3 svona diskinn á svona 20 mínútum. Og svo lágu við bara í sófanum alveg ótrúlega saddur og skildi ekkert í af hverju voru svona saddir. Líka meltinni bara. Já, þannig að bara, þú veist, og auðvitað er ég bara að hlaupa yfir einhverja punkta en þú veist, þetta var alveg, þú veist, ég hafði náttúrulega 30 daga, þannig maður gæti svona sett og fræðsluna var oft bara stutt erindi, bara einhverju svona fræðslumólar og punktar að fá þá til að hugsa. En enginn var skyldugur, þetta var allt á þeirra forsendum, þannig að þú veist, þeir réðu hvort þið tóku þátt. En það var svo gaman, hvað þeir voru jákvæðir og tóku þessu hérna einhvern veginn svona. Og greinilega voru bara allir duglegir fyrst að niðurstöðurnar voru svona rosa góðar. Já, og ég held líka að því að, þú veist, ég var alveg að segja þeim í upphafi að þú veist, þín heilsa er þín ábyrgð. Það er engin annar sem tekur ábyrgð henni og hvað er dýrmætara en heilsan okkar, skilur við? Og ef maður fyrir að hugsa þetta þannig, þá held ég að maður nái lengra inn í kjarnan og þeir voru allavega tilbúnir að hlusta og tilbúnir að pröfa og gátt að myndi virka sem ég var að reyna að fá það til að gera. Þannig að það var líka ótrúlega gaman. En hvað fannst þið þú læra af þessu? Guð minn góður, svo margt, sko, þarna 2008, við erum að tala um 17 ár síðan, að þú veist, þarna var ekkert rosalega mikið, svefn var ekki eins mikið ræddur eins og í dag. Það er ótrúlega breyting orðið á þessum 15 árum. En þarna var ég mjög hugsi yfir hvað margir voru að taka svefnlyf, hvað margir voru að kljást við svefnvandamál
Og bara eitt af því sem ég mjög stolt af, þá fékk ég breytingi gegn hjá útgerðunum að breyta vöktunum úr 6 í 8 tíma. Það gerir það verkum, jú, þú vinnur í lengri lotur, þá vinnudagur 8 tímar staðan fyrir 6. En á móti kemur á 6 tímum, þú ættir að borða, þú ættir að hafa samskipti við fjölskylduna, þú ættir að þvo þvottið þinn, þú ættir að sofa, þú varst aldrei að ná nema kannski 4 tímum. Og það bara ekki nóg að ná því í einni beit. Þannig þegar við breytum í 8, þá ertu kannski að ná allavega 6 tímum í hver skipti, skilur við. Þannig bara það, og þeir fundu svo mikinn mun. Þeir voru bara orkumeiri. Já, bara svefnin, það var svona, ég lærði mjög mikið svefn og pældi mjög mikið í því. Og svo fannst mér bara mjög áhugavert að sjá hvað leið á svefnin batnaði, hvað margt annað sem kom. Bara þessi dægursveiflu urðu öðruvísi. Já, bara ég á svo erfitt með að koma svo öll í orð. Af því að, sko, svo kannski þurfum við líka að hugsa, þú ert á fiskiskipi. Þú ert aldrei á sjá sólina, þú ert aldrei í dagsbirtu, þú veist, það var svo margþætt sem við þurftum að pæli. Þannig að við fórum í mjög marga vinkla, þannig að ég myndi segja að þetta var eitt af því sem að svefnin varð svona mitt áhugamál pínu þarna á þessu tímabili. En auðvitað allir lífeðlisfræðilegu þættirnir sem voru svona mínar greinar í mastersnáminu, þá tók ég sem sagt næringarfræði og lífeðlisfræði, það voru svona aðalgreinarnar mínar í mastersnáminu. Og auðvitað var ég að leggja mjög mikla áherslu á það og ég auðvitað lærði alls konar áreynslu lífeðlisfræðina, hvað gerist þegar þetta klikkar og svo bara það þannig að líkaminn okkar, þetta svo mikið meistaraverk. En það líka staðreynd að þetta svona eins og, þú veist, ef eitt klikkar þá hefur það svo margar aðrar aukaverkanir. Svona tannhjól. Já, þetta svona tannhjóli, frábær, sín á það. Já. Og þarna uppgötaði bara að karlmenn geta líka verið að kljást við hormónaójafnvægi eins og konur og þegar eitthvað klikkar, hvort sem það testósterónið lækkar mjög mikið, hvað margt annað hefur í för með sér. Og það það skemmtilega við lífeðlisfræðina að þetta svo margir þættir sem að koma þann inn í. Þannig að heilt yfir held ég bara að ég hafi lært ótrúlega mikið og ég var eitthvað svo þakklátt fyrir þetta verkefni. Ég var svo glöð að hafa þorað. Já. Það var alveg challenge að fara út á sjó og allt sem því fylgdi, vera svona lengi frá börnunum mínum og manninu mínum og bara þetta var alveg svona virkilega áskorun. En á móti kom það að opna þetta líka dyr í TM, Tryggingafélagi TM, keypti verkefnið mitt eftir þetta því að þeir tryggðu stæðstan hluta íslenskra sjómanna. Og ég vann hjá þeim í nokkur ár bara við að heilsuvæða íslenska sjómenn áfram. Af því að þetta var mitt verkefni bara afmarkað við ákveðin þýði. Og þeir sáu bara fram á að þetta gæti haft rosalega jákvæð áhrif á sjómannastéttina. Og ég vann hjá þeim í nokkur ár og ég mjög stolt að segja frá því að sko, sjómennska náttúrulega búin að fylgja okkur frá landnámi og það ótrúlega margir sem deyja og hafi dáið í gegnum aldirnar á sjó. Og þarna, þegar ég var að grúska 2006 og 2007, það voru að meðaltali 3 íslenskir sjómenn sem dóu á ári út á sjó og mér fannst það alveg hrikalega há tala og rosalega mikil slysatíðni. Og ég setti mér svona markmið bara að mér langaði ótrúlega að lækka þessa tölu og ég sagði einhverju blaðviðtali eða einhverju viðtali og ég bara, nú er ég búin að segja þetta fyrir alþjóð. En ég setti mér markmið að við myndum bara ná 0 dauðaslysum. Bara, þú veist, það yrði aðal markmiði og bara alltaf þegar ég var að tala um sjómenn, þá var ég alltaf, þetta var líka náttúrulega, heilsa eitt, en öryggisþættir annað. En þegar þú hugsa vel heilsuna, þá ósvilt koma öryggisþættirnir inn í líka. Þú verður meðvitaður þú verður bara svo mikilvægur, skilur. Þú ert svo mikilvægur. Og þú verður að hugsa allt. Þannig að öryggisþættirnir, ég sá að þeir voru meira meðvituð þá og það var svo margt ég gæti tala um þetta í allan dag. En bara til að gera langa sér stutta að frá landnámi, þá hafa komið 2 ár sem engin íslensku sjómaður hefur dáið, þá 2008 og 2015. Þannig að þeir sem hlógu þegar ég sagði að við myndum ná 0 dauðaslysum og ég vona að komið miklu fleiri ár. Þannig að þetta var mjög lærdómsríkt og þetta var bara ótrúlega gaman að fékk líka tækifæri að vinna verkefni mín í nokkur ár eftir þetta,
kynntist sjómönnum út all land, maður var að fara til Vestmannaeyja og Ísafjarðar og Austrafirði og bara þetta var rosa svona líflegt og skemmtilegt starf. En ég tek ennþá hatt minn ofan fyrir sjómönnum, þú veist, ég hef verið hérna út á sjó og í brælu og bara dotti úr kojinu og ákalla mömmu og guð og þú veist, ég finn að ég ekki, ég er stolt af þeim að standa vaktina fyrir okkur hinn svo við fáum svona frábæra afurðir, frábæra afurðir upp á land. En þetta kenndi mér mjög margt en var mjög lærdómsríkt heilt yfir og líka bara, ég hef líka, þú veist, velti svo oft fyrir mér hvað það í mannlegu eðli af því þegar ég skipti hópnum í tvennt. Hvað þeir sem fengu bara viðtal við hjartalækni áttu svo bara að gera einhverja breytingar, bara hvað það var erfitt fyrir þessa stráka eða þessa menn að koma sér í það. En hvað var auðvelt þegar þú hefur einhvern sem að fylgja þér eftir peppa, sýnir áhuga, þú finnur sjálfur á eigin skinni að það verða breytingar og þá einhvern veginn peppast maður meira upp og allt það. Að því bara í daglegu lífi, bara hugsa heilbrigðiskerfið okkar og allt þetta, þeir sem fara til læknis, fá einhverja niðurstöðu og hvað þarf einhvern veginn að grípa betur utan Hvað er þess að niðurstöðu? Já, þú veist, og þess vegna er ég svo hlynnt hreyfiseðlum staðan fyrir lyfseðlum og þú veist, að grípa fólki einhvern veginn betur, fylgja þeim eftir og það sé þessi eftirfylgni. Að því í grunninn er þetta ekki engin gimmiksindi oft á tíðum. Þetta litlar breytingar í mataræðinu og oft bara aðeins meiri hreyfing. Og ég er kannski talskona þess, ég er ekki mikið fyrir boð og bönn, og oft eru litlu breytingarna það sem skipta mestu máli. Þannig að þetta er margþætt, en þetta var mjög lærdómsríkt og gaf mér mjög mikið svona á margan hátt. Þetta er ekkert smá bara geggjað. En svo starfaðir þú nú í mörg ár sem íþróttakennari og kennari í menntaskólanum á Akureyri. Passar. Og svo er ég svo heppin að vera búin að fá þig í mitt heimi núna í menntaskólanum við Hamrahlíð. En hvað fannst þið það gefa þér að starfa sem kennari? Sko, eins og nefnir, þá bjó ég fyrir norðan á Akureyri í mörg ár og var við menntaskólan, það voru 23 ár samtals fyrir norðan. Og það gefur mér persónulega ótrúlega mikið að vera kennari. Mér finnst alveg ótrúlega, það er svo lifandi og einhvern veginn vera með þessu unga fólki sem er uppfyllt af hugmyndum og einhvern veginn svo lifandi. Og ég var mjög heppin í menntaskólanum á Akureyri, þá kenndi ég fyrsta árin íþróttir, en svo var ég komin aðal í bóklega námið eftir masterinn og var að kenna í mitt lífeðlisfræði og næringafræði og svona tengd fög, hafði ekki kennt íþróttir í mörg ár. Kenndi svo alltaf líka aðeins við Háskólanum á Akureyri, íþróttafræðina, lögreglufræðina þar og smá íþróttafræðinni. Og bara, þú veist, það gefur mann svo mikið, bara umgangast ungt fólk í fyrsta lagi sem þú þekkir, það er mjög gefandi og svo bara þarftu pínu að vera á tánum, að lesa þig til og fylgjast með þessu, eins og lífeðlisfræði og næringafræði er ótrúlega lifandi og ungt fag. Ég meina, þú veist, það er eiginlega bara ef við lesum eitthvað sem var skrifað fyrir 20 árum, þá bara er alveg Algjörlega. Og það hefur kannski gefið mér ótrúlega mikið að þurfa að vera, veist, það er rosalega auðvelt að grípa alltaf í gömlu fræðin sem við lærðum fyrir einhverjum 20 ára. Þannig að það er bara mjög gaman að þurfa að halda sér við efnið en maður orðar það þannig. Og svo var ég bara svo heppin að þegar við hjónin fluttum suður að geta farið að kenna áfram, þú veist, og hitta þig í MH, mjög gaman, kenna íþrótti það. Og svo er ég aðeins upp í háskóla með íþróttafræði, smá lífeðlisfræði tengt þar. Þannig að ég bara elska að umgangast fólk og þau kenna manni líka svo mikið. Það er ekki alltaf við séum bara að miðla, maður er alltaf að læra. Og hvort sem það er akkurat í fæinu sem maður er heldur bara líka í mannlegri hegðun og þú veist, allt þetta sem bara lífið býður upp á. Mér finnst það bara ótrúlega skemmtilegt, sko. En svo ert þú nú líka bara mjög öflug íþróttakona. Að gera ýmislegt í gegnum tíðina. Já, takk fyrir það. Sko, ég var í frjálsum. Þegar maður elst upp í sveit, það eru, ég hugsa margir tengi við sem hafa alist upp út á landi að í litlum þorpum þá er bara kannski, það er ekkert rosa mikið úrval og þú bara tekur þátt í því sem er í boði. Og á Hofsósi,
það var sérst næsti kaupstaður við sveitina mína, að þar voru frjálsur fótbolti, ótrúlega, og bara rosa flottar æfingar og öflugt starf. Og og ég bý á því ennþá, var í frjálsum mjög mikið og foreldrar mínir, sko, það var ekki séns að það væri tíma að skuttlaæfingar, þannig að maður hljópa æfingar. Hvað var það langt? Það var sem betur fyrir ekkert rosalega. Það var 1500 metrar, ég segi alltaf að þetta var svona mína vegalengdir, 800 og 1500 voru það mína greinar í frjálsum. Það var ekki langt, þetta voru svona innan við 2 kilometrar, svona 15 til 1800 metrar. En maður hljópa æfingar og tók þáttaæfingar og svo bara hljóp maður aftur heim og þannig var ekkert mál. Og já, þannig að frjálsur og fótbolti voru grunnurinn, svo fór maður í framhaldsskóla, ég var alltaf í frjálsum og svo bara þroskast maður líka pínu með aldrinum. Þegar ég hætti í frjálsum þá eignaðist ég börnin mín, en ég var alltaf svona inn á líkamsræktarstöðum, ég var, þú veist, að styrkja mig og svona bara almennt í líkamsrækt. Svo þegar börnin mín voru aðeins stærri, þá byrjaði ég að hlaupa aftur, en þetta svo fyndið, þú veist, þegar ég var í frjálsum, þá fannst manni bara rosalegt að þurfa að hlaupa 3-4 hringi á vellinum sem sko 1500-1600 metrar, það var bara nóg. En sko núna ég farin að hlaupa einhver ultramarathon og tek þátt í marathonum og alls konar svoleiðis. En hlaupin svona urðu svona eftir barneignir, urðu svona mín íþrótt og bara á svo margan hátt, svona hugleiðsla og mér finnst einhvern veginn hafa ótrúlega jákvæð áhrif á mig. Og helst út í náttúrunni. Það var svona mín leið einhvern veginn að stundarhreyfingu. En ég hef alltaf líka verið smán á líkamsræktarstöðum, lyft lóðum eða tekið þátt í einhverju öðru, sko. En já, ég myndi segja að hlaupin hafi verið aðal. Svo svona alveg síðust ár, þá hef ég verið í þríþraut. Og það kannski líka bara, sko ég veit, fræðin segja að það sé ekkert rosalega sniðugt að vera alltaf að gera eitthvað sem einhæft og hlaup auðvitað einhæf hreyfing, það bara hægri vinstri. Já. Þó maður taki fjöll og upp og niður eða malbik eða hvernig sem það þá veit ég, og ég víst ekki að yngjast, ekki frekar en aðrir, þannig að ég veit að það mikilvægt að hafa fjölbreytni, þannig að það hentaði mér og svo var smá svona atburður í mínu lífi sem gerði það líka verkum að ég þurfti aðeins að breyta til og fór að sitja og hjóla meira og þá einhvern veginn lá þríþrautin fyrir og ég bara ákvaða að fara að stunda hana. Þannig að blanda saman sundi, hlaupi og hjóli var geggjað. En maður þarf að passa að hafa styrkin með, þannig að það var svona. En viltu fara aðeins í þetta slys sem að... Já, ég get alveg gert það. Þú veist, já, ég get alveg sagt. Af því að mér finnst bara svo ótrúlega vegferðin sem þú fórst í til þess að ná þér út úr því. Og hún svo, þú ert svo mikið fyrirmynd. Æ, takk fyrir það. Sko, já, þetta slys sem ég að vitna í var þegar ég var 45 ára. Það var haustið 2020. Þá ég bara með vinkonumhóp, við sitjum úti í heitum potti og þetta heitir Bjórböðin og staðsett á Árskógssandi og þarna bara 2 pottar og við erum bara vinkonurnar að spjalla og bara hafa gaman. Ég sný baki í húsið og bara ótrúlega óheppni, en á þessum tíma var að koma svona þak á pottinn, held að kallist þak, eða lok, rétt að sagt, lok. Það var komið frá Reykjavík, bara með flutningabíl og það lagt bara hinum megin við húsið, þú veist, það var bara að koma og þau voru að kaupa þessi lok og ekkert með það, nema við sitjum bara núti, það kemur bara svona brjálað, sko bara vindkviða og bara vindur allt hérna, ég man að við erum hann út í pott og bara vá, það aldrei að hvessa. Nefnum kannski til þess að gera langasögu stutta, þá tekst víst þetta lok á loft fer yfir húsið og ég bara svo ótrúlega óheppin að það skellur aftan á höfuð og hálsinn á mér. Hinar vinkonur mínar sluppu, sú sem reyndar satt hægra megin við mig. Hún var með svona hárklemmu í hárinu og hárklemman fór í 1000 mola. Þannig að greinilega hefur það snert hárklemmun en hún sem betur fyrir slapp. En ég sko man ekkert eftir þessu og vissi ekkert hvað gerðist. Ég bara rótast og fer bara bólakaf í heita pottinn. Þannig að þær bara draga mig upp og veist, ég eitthvað vönguð og bara skil ekkert í því hvað þær að gera því ég myndi ekki neitt og vissi ekkert hvað hafði gerst. Og var bara mjög brött þarna strax á eftir og bara vildi enga hjálp og sagði bara, en þær náttúrulega ég sá bara stjörnur og þetta var, ég greinilega datt alveg út og fæ greinilega heilahrysting svona eftir á hyggja, ég var ekkert að pæla í því þarna. Og já, og bara
þeir sem hafa fengið höfuðhögg kannski tengja við þetta, en á þessu tímabili ég var ekki fróð höfuðhögg, ég gerði mér enga grein fyrir hvað ég var að fara að díla við, en ég fékk greinilega heilarhristing, og heilarhristingur það er til svona 3 típur, eða það er 1., 2. og 3. stigs heilarhristingur. 1. og 2. þegar þú missir ekki meðvitund, en 3. stigs sem að tala þegar þú missir meðvitund. Og það sem getur bara gerst við þetta er náttúrulega, heilin náttúrulega bara ótrúlega mjúkur og bara svona vefur með 2 himnur inn á milli, og það er vökvi og svo er þetta bara bein, og það getur bara, þetta högg getur haft gríðarlegar afleiðingar, og það hefur greinilega gert það í mínu tilfelli. Ég gerði mér, ef ég var alveg hreinskil, enga grein fyrir því strax. En ég var bara fyrst var ég bara með svima og sjóntruflanir og eyrnasuð og þoldi illa birtu og mikinn höfuðverk og náttúrulega verk í hálsi. Já, þetta var nefnilega, ég myndi segja að fyrsta sólarhringinn var ég bara aum í hálsinum og eitthvað svona, ég fann náttúrulega beint á sjúkrahús, og það er svo áhugavert, maður er alltaf, ég held maður væri fróður, en það sem var áhugavert við þetta var að þegar ég kemur á sjúkrahús þá var ég að skoða mig, að þá er púlsinn minn 32 sem er mjög lágt með við mig. Wow. En blóðþrýstingum 170 sem segir bara kerfið fór bara greinilega allt í rugl. Og það sem þeir hafa mest áhyggjur af er að ég er með svo mikla hjartsláttartruflanir sem ég hef aldrei verið að díla við áður. Þannig að þeir einhvern veginn, einbeitingin fer svolítið í það, og bara eðlilega hjartað við viljum að það sé í lagi. Þannig að það var svona fyrstu dagana var svolítið mikið, en auðvitað er með mikinn verk í hálsi og höfuðverk. Það er svona fyrsta. En ég einhvern veginn bara, þú veist, já, þetta verður fínt og þetta er allt í góðu, og maður er pínu svona. Ég held að flesti tengi við það. Svo bara líður tíminn og ég er ekkert rosalega góð, og ég er bara mikið að kljást við svima og sjóntruflanir, og þetta eyrnasuð var alveg bara ömurlegt og var næstu 9 mánuði. Svona bara setja þetta í samhengi, og það eitt og sér er náttúrulega bara hundfúlt. En ég var alveg dugleg, ég keypti mér sér eyrnatappa og ég var duglegur með sólgleru, maður lærir alveg inn á sig, og ég var í góðri sjúkraþjálfun sem var aðalega að vinna samt með svona þennan verk í hálsi og með svona verki út í hendina, var einhver doðið þar og eitthvað alls konar. En það sem kannski fer svo að svona koma, þú veist, hægt og rólega er ég uppgötta, ég er að kljást við minnistruflanir, og svo er bara mjög léleg svona skynúrvinnsla. Ég er bara lengi að lesa, lengi að setja eitthvað í samhengi, eitthvað sem ég hafði bara aldrei, mjög ólíkt mér. Ég hef alltaf lesið mikið, ég bara gat ekki lesið, eftir eina blaðsíðu var ég bara algjörlega búin á því, og þetta var, já, svona ég fann að svona þolið bara sem tengdist vinnunni, að lesa tölvu, að lesa, reyndist mér bara rosalega skrítið, og það er svo skrítið uppgöt þetta. Og hægari hugsun, ég fannst ég bara einhvern veginn ekki vera inni í sjálfur mér. Ég var mjög erfitt með að svona útskýrta. Misstirðu það mikið úr vinnu? Það er nefnilega kannski næsta sem er eftir á hyggja. Nei, ég misti ekki 1 dag á vinnu. Og svona, ég er ekki stolt að ég segja það í dag. En ég einhvern veginn fór þetta pínu á hnefanum hann fyrst. En á móti kemur, ég átti geggjað vinnuveitundur. Og skólasturinn vissi af þessu, og ég fekk leyfi, ég fekk gera mér svona hvíldarherbyggi. Af því að það var bara fljótlega, ég var svo orkulítil, ég var svo þreytt, fyrir utan að svefnvesenni, það er svo skrítið að segja frá þessu eftir á, fór alltaf í vinnuna, en ég hafði alltaf tækifæri á að leggja mig, og það er langar frímyndur í Emma frá 10 til 10:25, og ég svaf þar alltaf. Svo lagði ég mig hádeginu og svo lagði ég mig seinnipartinn. Ég komst ekki gegnum neinn vinnudag nema að leggja mig 2 og 3 svar. Og það er ógeðslega astnalegt að segja frá þessu eftir á. Og ég hef svo oft spurt mig, af hverju varst ekki heima? En ég get ekki útskýrt það, ég bara get það ekki. En á þessu tímabili var ég einhvern veginn bara, ég er að vera góð. Ég trúði því einhvern veginn, það ég held alltaf í það von. En á móti kemur, þá held ég líka að það sé gott að fara í vinnu og halda takti, þurfa að vakna, að þegar voru svo margir dagar sem hefði verið svo ótrúlega auðvelt að breiða upp fyrir haus og bara ekki gera neitt. Þannig í dag er ég þakklátt, en ég myndi ekki ráðleggja neinum að gera þetta eins og ég gerði það. En á móti kom að, þú veist, þegar ég fór að uppgöta þessar minnistruflanir, þessa heila þoku, sem ég kalla bara heila þreyta, ég upplifði að preka þannig. Og ég upplifði þetta svo, veist ég, svo astnalegt, veist maður bara, er hann fullurinn maður að uppgöta svo maður. En ég stundum líkti sjálfur mig við svona síma,
sem ætti bara svona 7% eftir á rafleiðinni. Þannig ég fór í vinnuna kl. 8, gat kennt kannski 1,5 tíma, svo bara lagði ég mig og þá bara eins og það væri svona hraðhleðslu stöð einhvern veginn. Þú veist, ég kannski svaf í 15 mínútur og ég var bara, ok, nú er 20% á, þú veist, batteríinu. Og ég gat nota þær 20% til þess að vinna fram að hádegi og svo lagði ég mig aftur. Og veist, Hvað var þetta langur tíma? Þetta var allan vetur næstu, þú veist, en stundu komið góðu dag og þá lagði ég mig bara einu sinni. En eftir á, ég hef alveg rætt þetta við manni minn og bara, þú veist, að því að ef ég væri ekki svona velgift og ef ég hefði ekki átt svona geggjað bakland, þá hefði ég einhverjum tímapunkti bara ekki farið út úr rúminu. En ég gerði engin heimilisverk, veist, eftir vinnudaginn, ég var bara alveg búin á því og bara ég gerði ekkert, ég bara var í sófanum. En svo smátt, ég hreyfði mig náttúrulega ekki neitt, þetta kom alveg hann að gap í hreyfingu. Þú sem mjög... Já, þannig að það var líka það. En svo fattaði ég og las mig til. Ég var að reyna að lesa mig til eða hlusta, að ég gat lítið lesið, þannig ég fór að hlusta á podcast, eitthvað sem tengdist þessu og svona. En þá var allstar, ef að heilahristingur og svona einkenni og meðferð, það var alltaf hreyfing. Þannig ég bara, yes, ok. Þannig að ég fór að hreyfa mig, ég fór að fara í sund, að hlaupa fyrst bara í sundi því það var engin högg. Ég þoldi ekki höggin út af hálsinum, alveg marga mánuði. En ég þoldi að hlaupa í sundi, svo ráðlagði sjúkraþjálfarinn mér að fara að synda og þá þurfti ég að hreyfa hálsinn til hægri og vinstri að synda skriðsinn. Ég mátti ekki synda bringusund því það lyfti hálsinum upp. En skriði þá þurfti ég að anda til begge hliða og það kom svona ákveðin liðkun í hálsinn og ég fann að það gerði mig gott. En vá, ég komst í alvörunni fyrst bara ekki varlega yfir og líka bara verk í hálsinum. En ég vissi, og ég veit hvernig vöðvar eru, að ég þurfti að vinna upp þolið aftur í hálsvöðunum og allt það. Þannig að þetta var margþætt. En það sem ég kannski lærði af þessu, ég var með frábæran sjúkraþjálfara, hann var alltaf að vinna með hálsinn og reyna að minnka verkinu sem tengdist því. Og það var alveg hárrétt. En það voru svo mikið af einkennum sem ég fann út að tengdist bara heilanum mínum, skilurðu. Bara heilaheilsa. Bara heilaheilsan mín var ekki góð. Bara, sérstaklega þessar skynúrvinnslur voru bara svo hægar og það var svo margt sem að ég var búin að fatta að tengdist bara heilanum og úrvinnslunni. Og ég var rosa hrædd við að fá annað höfuðhögg, að ég vissi það, þannig ég til dæmis hjólaði aldrei úti. Þú veist, ég hjólaði bara inni, ég fór ekki að hestbak, það var bara besta og skemmtilega sem ég hef gert. Ég gerði það ekki 2 ár eftir slysið. Þannig að þetta skemmti lífsgæðin mjög mikið. Þetta hafði ótrúlega áhrif eftir og það fattar maður. Ég bara þorði ekki að hestbak, ég var bara hrædd ef ég myndi detta, að ég veit að þú fengið 3. stigs heilahristing, þá næsta högg getur verið margfalt haft verri afleiðingar. En það sem kannski kom mér á óvart var að ég var búin að velkjast í heilbrigðiskerfinu í ár. Það var liðið ár, auðvitað var ég betri, ég var með miklu minni hálsverki, en það var svo margt sem var ekki eðlilegt og var svo langt frá því að vera ég. Ég gat ekki hreyft mig eins og ég var vön, en ég var farin að hreyfa mig, en ég fann, og ég las mér líka til það, gat alltaf hreyft mig ef ég passaði að púlsinn færi ekki of hátt. Og ég uppgötaði að ég bara mátti ekki fara yfir threshold, eða það mátti bara ekki koma mjólkursýra á ákveðnu tímabili þannig. Því að ef ég fór of hátt í púls, reyndi of mikið á mig, þá var kannski bara næstu 2 dagar ónýttir. En ef ég hélt mig á zón 1 og 2 og bara vann í grunnþolinu mínu, það var bara geggjað og það veitti mér eiginlega meiri orku en tók frá mér. Þannig að það var líka jákvætt og það er eitthvað sem maður veit. Hafið það komið taugakerfi? Einmitt, þá kemur eiginlega næsta Erla, af því að ég verð eiginlega að segja að þegar, auðvitað mín menntun hjálpaði kannski til að ég las mér meira til. Ég fór að grúska svo mikið bara sem tengist heilanum og bara öllu því að ég veit heilinn, þetta er svo frábært fyrirbæri. Hann 2% af þyngdinni en hann tekur 20% af öllu blóði sem fer líkamann, skilur þið. Og orkulega séð er hann bara frekur og ég vissi bara að það væri eitthvað þarna sem ég þurfti að pæla í. Þannig ég ákvað að þegar ég var ekki orðin góð þannig eftir einhverju 7-8 mánuði að ég sagði við sjúkraþjálfarinn minn, ég ætla að dúksa þessa endurhæfingu. Í alvörinu Erla, ég bara setti mig markmið og ég bara á blaðið ennþá, ég setti niður á blað og þetta var ég tók sérstaklega svefna því hann var búin að vera í algjöru rugli, þannig að svefnin pældi mikið í hreyfingunni hvað ég mætti gera því ég fann að hreyfingin gerði mig gott andlega, þannig að svefn, hreyfing, næring pældi mjög mikið
við þurfum aðeins að fara í það, Já. svo næringarþéttni og svo Förum í þarmaflórunni. Öndunaræfingar, það var lykillinn svona eftir á, streituhormón. Þessi 7 þætti skrifaði ég niður á blað og bara ég ætlaði að mastera og ég var búin að, þú veist, lesa mér ógeðslega mikið til og allt þetta. Það vantaði eiginlega einn þátt sem ég veit núna, sem ég vissi bara ekki þá. En þarna, þetta svona á bilinu 8 mánuðum sem ég geri þessa gaggerbreyting fyrir bara markvisst að lesa mér meira til og gera eitthvað bara ótrúlega markvisst af því ég ætlaði að dugsa mannstil. En það sérst þegar það er árliðið, þá segir sjúkraþjálfarinn mér að það væri kannski sniðugt að ég alltaf að tala þessa heilaþoku og bara vinsluminnið og eitthvað. Og ég segi við hann að ég vil lesa á netinu að eitthvað væri til sem heitir heilaheilsa sem staðsett í Reykjavík. Þarna bý ég þetta á Akureyri. Hann hafði aldrei heyrt þetta en segir mér bara endilega lestu til þetta og heyrðu. Og það bara mín lífsins lukka að hafa sjálf rambað á þetta fyrirtæki sem heitir heilaheilsa. Og rekast á hana Ólínu sem ég bara fyrir næstu að gráta ef ég hugsa hana. En fallegt. Ég tók að mitt viðtal við hana ef fólk vil hlusta. Ég mæli með þættinu. Heitir heilaheilsa. En það var bara algjör lífsins lukka að ég rakst á þetta. Og ég hringi, fæ bara að panta viðtal og við bara ræðum þetta og ég spyr hana bara, getur í alvöru verið að ég sé enn með einkenni ári eftir ég fæ heilarhristing? Af því ég bara trúði því ekki. Ég bara trúði því ekki. Og þegar hún segir bara já og þá var ég bara, yes, ég ekki klikkuð. Af því á tímabili var ég bara, ég farin að ímynda mér þetta? Skilur hvað ég að reyna að segja? Maður verður svo obsessed. Ég bara, þetta í alvörun að gerast eða ég bara orðin klikkuð? Þannig bara það að hún sagði já, það getur bara hreinlega verið og bara gaf mér ótrúlega góð ráð. Ég keypti horfði á svona fræðslu myndband heilarhristing og hún sendi mér alls konar gögn og hjálpaði mér mjög mikið. Það var bara frábært. Ég gat gert minnisæfingar og bara alls konar. En það sem var svo áhugavert að út frá þessu fer ég að vinna að gera svona augnæfingar sem var eiginlega 8. punkturinn sem ég hefði viljað vita strax. Og við erum bara að tala kannski standa öðrum fæti, hendir litlum bolti í vegg og að grípa og horfa, skilur. Við erum að tala augnæfingar eða fylgja eftir einhverju línum með augunum aðeins að hreyfa hausinn og eitthvað. Við erum að tala bara ótrúlega auðveldar æfingar fyrir normal mannin. En fyrst ég gerði þetta, ári eftir slysið, þá gubbaði ég, sem segir bara að það voru ennþá svo mikla bólgur og eitthvað að gerast í heilanum mínum sem að maður sér ekki utan á fólki. Og þarna kom eiginlega sjokkið. Ári eftir, þá bara fattaði ég hvar ég var stödd, að því að ef þú myndir spyrja einhverja sem þekkti mig á þessu tímabili, ég talaði ekki þetta við neinn. Það vissi ótrúlega fáir að, vissi ég hefði lent í einhverju slysi, en ég var ekki mikið að tala það. Og það kannski sem ég líka búin að læra, maður á að tala hlutina. Ég lét yfirmann minn vita í Emma, ég var að leggja mig, hann vissi það og ég fékk leyfi fyrir því. Ég kom alltaf í vinnuna, en ég hefði átt að tala meira þetta því það bara svo gott fyrir mann. Og þá kannski lærir maður, fær ábendingar. En ég var alltaf bara, ég vildi ekki láta þetta slys skilgreina mig. Og núna 5 ár liðin og mér finnst ógeðslega aðstæðulegt að vera að segja þetta því þetta eitthvað, hafði ég fordóma fyrir sjálfum mér eða hvað var þetta? Og ég veit ekki alveg svarið ennþá. En ég einhvern veginn held meira að ég hafi bara alltaf haldið að ég væri alveg að vera góð og ég vildi bara ekkert vera að tala þetta eða, einhvern veginn halda þessu á lofti. Ég var ekki eitthvað, ég vildi bara áfram vera Sonja einhvern veginn ekki láta þetta slys vera að hafa svona mikil áhrif. Af því það hafði svo sjúklega mikil áhrif á mig. Einhvern veginn, þó sé ég vildi ekki láta það hafa áhrif. En það sem var svo geggjað var bara þetta viðtal við Ólínu, hún alltaf sálfræðingur mennt og þá fattaði ég hvað ég hafði mikla þörf að tala og greið Ólínu, ég held að fyrsti tíminn hafi farið aðalega, ég grenjaði hálft viðtalið, að ég var bara að fatta, að fyrsta skipti þegar ári liði, þá fann ég fyrir bara þetta svona debra kvíða, að ég bara verði aldrei aftur góð og maður fer í einhvern veginn þannig ástand og bara fyrir pínu missa vonina því að framfaranar urðu, ég held bara, halló, ég held ég bara alveg eðlilega eftir ár. Ég átti draumamiða minn í hlaupið sem ég hafði átt, það heitir OCC og í Chamonix í Frakklandi, þetta svona draumahlaup, alla fjallahlaupara. Ég hafði átt miða þarna haustið 2020, en að því að COVID skall á, þá var ekki hlaupið, þannig ég fekk að færa miðan til 21. Svo gerist slysið seinna haustið og ég var alltaf, ég var á nógu góð 21 eftir ár.
en því miður þetta, og þarna, uppgötva ég kemst ekki í hlaupi, ég var sorgmætt, ég veit að einhver hlæja að því, einhver getur verið sorgmættur að missa einhver hlaupi. En fyrir mig var þetta, og þá bara fattaði ég bara hvað þetta einhvern veginn var í taugakerfinu. Og ég bara fer að vinna áfram, ótrúlega markvisst, og það sem kannski myndi ég segja, því ég nefndi þarna þessa 7 þætti áðan, var, ég pældi ótrúlega vel í mörgu, en kannski fór ég óslega mikið að pæla í svona öndunaræfingum. Og ég myndi segja eiginlega að þær hafi hjálpað mér mest af öll. Hvernig það? Þegar maður pælir í líkamanum og uppbyggingu, þá er bara eitt sem, er kannski bara gaman að ræða. Það er flökkutegin eða vakustegin, sem kemur, hún byrjar, eða hún er mjög löng, hún byrjar neðst í heilanum og hún ítaugar bara eiginlega öll líffæri í okkur og endar niður í maga eða þörmum. Þannig hún ítaugar eiginlega alla leið frá heila og niður. Og það þarf enginn að segja mér annað að þegar þú lendir í svona höggi á hálsinn, að það náttúrulega laskar það vakustaugina eða flökktaugina. Og þegar þú skilur hvað hún hefur mikil áhrif í líkamanum og ef eitthvað kemur fyrir hana, þá þarf maður að styrkja hana upp á nýtt og hlúa að henni. Og eitt af því eru öndunaræfingar sem hafa ótrúlega mikil áhrif. Þannig að það var eiginlega svona fyrstast bara þegar ég fór að pæli, vakustaugin, fyrir að pæli henni, hvað gerur hún, og það var líka svo mörg einkenni sem tengdu við hana. Við tengdu ekkert fyrst við, það var erfitt að kyngja eftir slysið, en hún það er eitt af hennar hlutverkum, það er að ítauga kokið og kynginguna. Þannig að það var svo margt þegar ég fór að lesa mig til. Þannig að öndunaræfingarnar urðu rosalega stór partur af lífi mínu og öndunaræfingar með viðnámi. Þannig að ég keypti mér svona sér tæki til þess að blása í, þannig að það væri smá viðnám. Svona mótstaða. Já, mótstaða og mjög lítið viðnám í upphafi, mótstaðan, svo gastu aukið eftir þetta. Já. En svo er það líka bara þegar þú gerir öndunaræfingar, alveg saman hvort það sé kassaöndun eða 4-7-8 eða hvað sem ég lærði fullt, ég hefði aldrei pælt mikið öndun þrátt fyrir mín fræði eða það sem maður er búin að læra. En bara hvað hefur verið róandi á SEF-kerfið og það var náttúrulega númer 1 og 3 að þegar það var bara svo margt sem fór í rugl og taugakerfið greinilega bara varð fyrir miklu áfalli. Og það sem gerist líka, ég get ekkert, og maður veit ekkert svarið, en það er alveg líklegt, en við svona höfuðhögg, þá getur vel verið að heiladingullinn hafi hreyfst og ef það gerist, þá verður svo rosalega mikið hormón og ójafnvægi. Þannig ég þurfti að vinna með það að koma aftur rósef taugakerfið eða bara taugakerfið og fá hormónin mín í betra jafnvægi og það var svo margt sem benti til þess að þau var í miklu ójafnvægi. Hvernig byrjaði að vinna í því? Hvernig vissirðu hvað þú þurftir að gera? Það var meira einmitt tengt þessu bara fyrst að róa taugakerfi og svo tengist það líka ótrúlega næringunni okkar og hreyfingu og ég segi stundum að við erum eins og bara gangandi apótek. Hreyfingin leysir úr læðingi alls konar hormón, skilurðu, sem sumir vilja bara fara út í búð og kaupa eða eitthvað, en þú getur þú leysir, bara alls konar og endorfínið og svo bara, þú veist, bara alls konar heiladingullinn, það er fullt af stýrihormónum sem hafa líka áhrif á skjaldkirtilinn, það er svo margt bara, við gætum og svengt og allt þetta. Bara sett og svengt og allt þetta. En ég kannski samhliða því að pæla mjög mikið í önduninni, þá tók ég mataræði í gegn og að því að ég pældi mjög mikið í þarmaflórunni og það talaði að 70% af ónæmiskerfinu er tengt þörmunum og mjög mikið af sjúkdómum og streitu tengist þörmunum. Þannig ég hugsaði, ok, ég tap ekki neitt á því að bara gera góðan skurk í þessu. Ég myndi segja, ég hef alltaf verið meðvituð næringuna mína og heilt yfir borðað frekar hollan mat. En þarna bara byrjaði ég að taka heilan mánuð og bara borðaði algjörlega bara hreint fæði með engum aukaefnum, bara hreinsaði, notaði alveg bara 1 mánuð í þetta og samhliða því svo byrjaði ég að borða svona 80-20% hreint en var alltaf með þarmaflórun í huga
og hvort sem það var bara að taka góðgerla, passa með að vera að borða hreint fæði, eitthvað trefjum, fór að Sýrðan mat ég mjög mikið í súrkálinu og kefír, þú veist, ég pældi bara í þessum hlutum og ég var bara alltaf að reyna að hugsa, að hlúa að þarmaflórunni minni. Ég tók út sætuefni sem að fóru mjög illa í mig, sérstaklega súkralósin og aspartamið, þannig ég var bara, myndi ég segja, mjög meðvituð. En hreini maturinn náttúrulega bara rosa mikilvægur og öll þessi gjörunnu matvæli náttúrulega bara ekki að gera, allavega fyrir mig, ekki að gera mikið fyrir mig. Öll þessi e-efni og rótvarnarefni stútfullt alls konar sem ég vissi að var ekki að gera gott fyrir hvorki þarmaflóruna mína eða bara frumurnar mínar heilt yfir. Þetta byggingarefni frumna. Algjörlega, þannig að já. Og ég náttúrulega svo, sumir segja, ég segja mjög klikkað að því leyti, ég vil helst ekki taka sýklalyf og ég tek það helst ekki. Að því að sýklalyf, hvað gera sýklalyf? Þau drepa bakteríur. Þarmaflóran. Já, og þarmaflóran bara bakteríur. Þannig ég reyni, ef ég mögulega get, þú veist, og ef ég myndi þurfa að taka sýklalyf, þá myndi ég vera mjög meðvituð að byggja þarmaflóruna aftur upp. Þannig að já, ég pældi mjög mikið í næringunni og önduninni til þess að róa sefkerfið og næringarþéttnin, kannski aðeins sem ég pældi svolítið mikið í því að ég væri að borða mat sem myndi næra mig, eða réttar sagt frumurnar mínar og öll þessi aukefni sem gerir þá verkum þú ert í grunninn bara að borða hreinan mat. Af því, þú veist, frumurnar okkar hafa ekkert að gera með sætuefni eða e-efni eða rótvarnar, allt þetta auka. Þú veist, og ég setti mér bara markmið ef ég var að kaupa mér eitthvað, ef það væri meir en 3 til 5 innanslíks, þá myndi ég bara ekki kaupa vöruna. Og ég fann það bara á eigin skinni hvað það gerði mig gott. Meltingi varð betri, ég náði betri tökum á sem ég upplifði aldrei væri með streitu í þessu ferli og lendir í einhverju svona. En taugakerfið greinlega í einhverju svona... Mjög streitt. Það eitthvað streitt. En öndunæfingarnar og svo náttúrulega bara, ég tók svefnin. Það var líka eitthvað, svona höfuðhögg hefur ótrúleg áhrif á svefnin. Og hvað gerðirðu til að bæta svefnin? Heyrðu, ég bara, allt þetta típiska, þú veist, ég hafði meira myrkur, ég hafði kaldara inni hjá mér, ég fór alltaf að sofa sama tíma og vakna á sama tíma, ég hafði alltaf verið mjög meðvituð þetta. En einhvern veginn slísi gerði að verkum að, þú veist, ég datt úr þessum ryþma. En markviss bara tók ég þetta í gegn. Ég keypti mér sér svefnhring, ég veit að, þú veist, ég keypti mér svefnhring sem var aðalega bara, hann trakkaði hann mjög nákvæmlega svefninn minn, en á móti þá var ég með app í símanum mínum sem sagði bara, Sonja, nú gerir þú öndunæfingar. Og þá gerði ég þær. Af því veistu það, ég held að ég sé mannleg, bara eins og allir aðrir, að stundum bara gleymdi ég að gera öndunæfingarnar mínar. Eða, þú veist, setjast niður og slaka á. En það svo skrítið, ef ég fekk áminningu bara, jæja, núna ætlar þú að klára þetta, mjög mikilvægt og taki þessa æfingu á hann og fara að sofa, náðu slökunin og veistu, ég bara gerði þetta. Ótrúlega markvisst og þetta var frábært. Og ég, þá myndi ég segja að fyrsta árið hafi verið bara horror á mörgu leyti, veist, kannski ég eitthvað íkita en mér leið þannig og fyrir hugsa tilbaka þá var þetta mjög erfitt ár. Og líka bara fyrir þá sem bjuggu nálægt mér. Skapið var skrítið, maður var pirraður, taugakerfið, hormónin, þetta var svo ótrúlega magna hvernig, mér leiðstundum eins og ég var einhver önnur en ég var. Og mér fannst það eitthvað svo sárt, mér fannst ég einhvern veginn, vera breytt, mér fannst það leiðilegt og erfitt. En ég myndi segja svona frá ári, þegar annað ári gangi í garð, þá var ég líka heppin að ég var ekki að kenna. Ég fékk námsleyfi sem var ótrúlega, ég hefði ekki lagt í annan vetur að þurfa að leggja mig 2 og 3 dag. Það var bara, þannig ég var rosalega heppin á því leyti og námið var þannig uppbyggt að ég var bara 1 viku í mánuði í Lotu hérna í Reykjavík og svo gæti ég stýrt hinnu. Þannig að það var örugglega, gerði gæfumuninn líka. Að þetta raðaðist. Á endurhæfinguna þína bara. Þannig að ég bara var að dúksa mína endurhæfingu og var í náminu og var ekki sérst að vinna. Var það jákvæða sálfræði? Já, ég fór í jákvæða sálfræði. Það var líka svo margt í henni sem gat hjálpað. Þannig að En ég verð kannski að koma einu að í samtíð öndunaræfingarnar. Það sem að ég kannski líka lærði svo mikið var bara neföndunin. Hún virkar slökunarkerfið okkar sem ég var að leitast eftir sem að fyrir utan að hreinsa loftið og allt þetta.
En það sem ég pældi mjög mikið í að nefndun, hún viðheldur kjörmagni af koltvísýring sem sagt í líkamannum. Og það þannig að þau eru alltaf að anda með munnunum og anda kannski mikið, að þá ertu að losa of mikið koltvísýring út. Það er nefnilega ekki gott. Það þarf að vera ákveð magn af koltvísýring í líkamannum. Og ég fór meira að pæla í þessu líka. Fórst að sofa með svona munnblástur? Já. Og alltaf ef ég tók æfingar þá bara var ég að anda með nefinu og þá fór ég líka ekki of hátt í púls og þetta var svo margþætt. En þetta var mjög lærdómsríkt og kannski var líka ótrúlega gott var að þegar ég var búin að vera að tala við Ólingu í heilaheilsu og hún var búin að vera að hjálpa manni, að þetta var líka sálfræðitengt, að ég fattaði hvað maður var bara dapur að mörgu leyti, því maður var einhvern veginn að missa vonina. Þarna gaf manni von og ég fór trúa því að ég myndi ná meiri bata. Ég er ekki kannski 100% sama Sonjan, en ég myndi ná meiri bata og það einhvern veginn hélt í mér lífinu. Uppfærið Sonja? Já, kannski. En hún var svo mikið að hún gat bent mér á rannsóknir og sagt mér að hreyfing og áreynslu þjálfun var einn áhrifaríkasta bara formið eða meðferð til að vinna með langvinnan heilarhristing. Og það kannski eitthvað sem að, þú veist, ég skil svo vel að einhver sem með þessi einkenni sem ég var, að það það síðasta sem fólk fyrir að gera að hreyfa sig. Veist, ég skil það svo vel. Það finnst mér bara þurfa að hvíla sig. Já, af því þú ert svo þreyttur og það bara einhvern veginn allt í rugli. Þannig ég segi lykillinn, þú veist, var hreyfingin. Svo þegar ég náði að kominni hana eftir x tíma og bara hvað hún skipti miklu máli, en hún þarf að vera álagsstýrð. Og ég gat ekki fara, það liði næstu í 3 ár þangað til ég fór að taka svona alvöru threshold æfingar aftur. Þannig að þolinmæðin var svona kannski mest lærdómsríkust af öllu. En ég held svona, ég held að þú veist, það var margir þættir sem að maður pældi í. Held að ég sé búin að svona... En þú masteraðir algjörlega þessa endurhæfinga því að svo gafstu sjálfur þér að fara í Ironman í 50 samfélagskjöf. Það er bara kekk. Já, sko það var eitthvað þegar árið var liðið og ég setti mér markmið bara, nú ætla ég bara að mastera þessa endurhæfingu og þetta spjall við Ólínu að bara hreyfing væri gott meðferðarform, ef þú stillir álagið, þá hugsaði ég bara allt sem var búið að segja við mig, ég gæti ekki hlaupið aftur, það var búið að segja það við mig, að hálsinn væri svo illa farin og höggin myndi bara gera út af mig, að ég myndi ekki geta hlaupið langar vegalengdir, ég gæti kannski hlaupið en aldrei langar vegalengdir og hvað þá hjóla því þegar þú liggur, ef þú ert á TT, þá ertu alltaf svona að líta upp og eitthvað svona, þannig að það var alveg búið að segja, þú myndi ekki gera þetta og þú myndi ekki gera þetta. Og þeir sem þekki mig ekki, þeir vita ekki að þetta sko olía á eldinn. Já, ég skil þig. Þegar einhver segir mér, þú getur þetta ekki, þá var ég bara, heyrðu, inn í mér, þá var ég bara, jú, ég að fara að gera þetta. Og þetta samtal þegar var liðið þetta ár, þá setti ég mér lítil markmið að ég ætlaði að gera þetta og ég ætlaði að gera þetta. Og þarna var ég aðeins farin að hjólasynda og hlaupa meira. Og ég ákvað bara að fara að æfa þríþraut og byrja lítið. Og var með svona draum og í alvöru, hann var alveg, þetta var bara draumur. Þannig ég orðin 46, Lizzie gerist í 45, ég 46 ára og ég var alltaf bara, ég ætla að verða góð, ég ætla að verða jafngóð ég var og ég ætla að klára Ironman þegar ég var 50. Og ég sagði ekkert rosalega mörgu frá þessu langtíma markmiði mínu, en það voru örfáir sem fengu að vita af þessu og þar á meðal maðurinn minn. Og svo bara líður tíminn og tíminn líður ótrúlega hratt. En þegar það voru 3 ár liðin, þá fann ég svo mikla breytingu. Mér leið svona pínu, ég væri orðin svona 90% Sonjan. Og þá ég að flytja hingað suður og fer að æfa með Ægi þríþraut. Byrja bara, þú veist, að geta hluti sem að, það verður svo mikið að litlum sigrum. Þú veist, þú verður svo glaður með svona lítil atriði, bara geta hlaupið aftur aðeins hraðar en þú hafðir ekki gert lengi eða taka þátt í 10 km hlaupi og bara einhvern veginn. Það var svo margt jákvætt líka. Og svo gleymir maður að í þessu ferli, þú verður svo þakklátur fyrir það sem þú getur gert.
Og þegar læknirinn minn, ég man svo þegar ég verð lögð inn, að hann segir eitthvað svona, gerirðu grein fyrir því hvað, við erum að tala bara nokkra millimetra og þú hefðir hálsbrotnað. Og þá fer ég að hugsa, vá hvað heppin að hálsbrotna ekki, þannig að þú fer líka að leika þér með hausinn, að verða þakklátt fyrir eitthvað, fór ekki vel, ég get og gert þetta. Og það heldur líka ótrúlega, sko, já, í einhvern veginn, hausnum góðum. Já, og ég held að ég hafi bara heilt yfir verið miklu þakkláttur með svo margt. Og sérstaklega þegar þú fara að geta gert hluti aftur sem þú gast ekki og finna einhvern mun, þá verður maður svo ótrúlega þakkláttur, það einhvern veginn. Og það var ótrúlega svona stórt skref að klára Ironman í ágúst á þessu ári. Til hamingju með það bara. Það var gaman að fylgjast með það. Það er ekki smá undirbúningur. Takk. Ég er svo glöð. Ég held að enginn gerir sér grein fyrir hvað ég var stoltur í komið mark. Að bara einhvern veginn að klára þetta og það gekk svo vel. Og þetta var, ég gaf sjálfur mér þetta í 50-skjöf og einhvern veginn og hafiði peppara lífsmíns á hliðarlínunni, maðurinn minn kom út og líka góð vinkona kom með og svo önnur góð vinkona sem var líka 50 og kláraði líka. Þannig að þetta var dásamlegt. En vegferðin að þessu náttúrulega heljar en að vinna. En þú varst að taka 9 æfingar á viku, menn ég að tímabilið. Já, fór upp í 12 og þú veist, það bara einhvern veginn. En allt með réttu álagsstýringu, þá nefnilega ótrúlega margt hægt og svo þar smá þrjósku. Já, og seglu. Já, örugglega. Ég held að það sé mjög auðvelt að einhvern veginn bara, ég nenni ekki. Já, örugglega. En samt ég hef alltaf verið ótrúlega svona markmiða sækin og bara alveg frá því að ég var lítil stelpa og ég verð kannski þá að segja eitt sem að mjög mikið gert grína í fjölskyldunum minni. En þannig að mamma mín 1,62 á hæð og ég man þegar ég var unglingur, eða svona, já, áður en ég fermdist, þá var ég alltaf bara, ég vona ég verð ekki svona lítil eins og mamma. Ógeðslega fyndið. Hún ekkert rosalega lítil kona. Nei, bara jafnst á ég. En þetta svo fyndið hvernig maður er. Og ég hef eitthvað sagt svona mömmu bara, ég vona ég verði stærri en þú þegar ég verð stór og eitthvað svona. Þetta var mikið talað það heima, ég vildi vera stærri en 1,62. Og mamma segir, þegar ég fermdist á fermingardaginn minn var ég 1,62, ég stækkaði ekki eftir fermingardaginn minn, eitthvað svona. Þannig þegar ég fermdist, þá var ég mæld. Það var, þú veist, ég bjó á Kirkjustað, Hof, Sveitabærinn, það kirkja fyrir utan. Og ég vakna og gerir mig tilbúna í ferminguna og þá segir pappa og mamma, heyrðu, við erum að fara að hæðamæla þig. Og ég hæðamæld og haldið þér, Erla. 1,63. 1,62, eins og mamma. Heyrðu, öll kirkjuathöfnin fór í það að ég var sko að tala við Guð að láta mig vera stærri en 1,62. Ég var bara, ég ætla sko að vera stærri en 1,62. Þetta var mjög fyndið, nema hvað, að þegar úr kirkjunni kemur, þá hafði ég fengið nýtt rúm frá pappa og mömmu, það var sérst fermingargjöfin og þetta var greinlega einhvern svona talandi einhverja þráhyggjur eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta myndi kallast, en sérst þegar ég fyrir svo kvöldi, var náttúrulega sjúklega ánægð með nýja rúmið mitt, þá set ég hvirfilinn upp við gaflinn á sérst rúminu og tegi svo tærnar eins langt og ég get í endan sem ég náði notabenni ekki og taldi upp á 100. Erla, ég gerði þetta í 1 ár, ég er 1,70 í dag. Heyrðu, við erum búin að gera svo mikið grín að þessu, að því ég var litla systir sem alveg 12 árum yngri. Hún var líka mæld á fermingardaginn sinn, 1,62. Hún gerði ekki sama og ég og hún er mun minni en ég. Þannig ég bara segi, ef maður trúir, set sér markmið, þá nær maður þeim. Já, og það er greinilega mikið keppniskap í þér. Já, það er eitthvað smá, það lifir eitthvað enda. Já, einmitt. Nei, þetta er bara náttúrulega ótrúlegt afrek finnst mér að fara í svona járnkall. Þannig að nú ert þú járnkona, Já, takk fyrir það, já. Það var allavega áskorun að synda 4 kílómetri sjó, það var svona helsta áskorun. Já, þú ert kannski, vanar í hinu kannski. Ég vanar að hjóla og hlaupa náttúrulega, en það þurfti. Og ég þurfti, það var líka gaman að segja frá því, þú veist, að hjóla, út af hálsinum, þá fór ég alveg svona, það heitir bike fit og bara ef einhverju aðrir sem eru að hlusta eru með einhver svona hálsvandamál. Ég hélt að ég myndi aldrei geta hjóla langt út af hálsinum. En þá var mér kennt, þú veist, að þegar þú ert á hjólinu, þá er ég aldrei að kíkja upp, sko, ég hreyfi aldrei hausinn, ég nota bara augun. Að þegar þú ert að hjóla svona mikið, það þarf óslega mikið að horfa á malbyggið og náttúrulega það sem er fyrir fram að þig, svo hjólir ekki á eitthvað. Og það var alveg svona öðruvísi tækni, ég gat ekki hreyft hálsinn mikið, þannig ég var bara alltaf að nota augun upp og niður.
og það ekkert mál, en það smá æfing. Já. Þess vegna get ég hjóla langt í dag, en hálsinn býður kannski ekki upp á. En auðvitað þetta bara eins og allt annað. Þú veist, vöðvarnir í hálsinum bara eitthvað sem þarf að æfa og þjálfa upp aftur. Þannig að þetta kemur allt saman. Þetta bara smá æfing. En við höfum nú svolítið rætt saman alls konar svona tengt breytingaskeiðinu og ég man nú skrifaði hérna breytingaskeiðs áhugamál. Já. Mér finnst skemmtilegt. Sko nú ekki talað þessa svona tegunda þjálfunar sem að það hendi sérstaklega konum á okkar aldri. Nei, sko nýjustu fræðin tala að, sko reyndar segja fræðinu við eigum mikið að vera zone 2, sem ég reyndar mjög mikið. Þannig að púlsinn frekar lágur, þetta já, bara svona, já. Það alveg, fræðin tala það, en þau tala mjög mikið að sprettir, eitthvað svona hittaæfingar. Stuttir sprettir. Fara hátt upp í púls í stuttan tíma, skiptir máli. Og það eitthvað sem ég geri núna og get, þú veist, og hendar mér mjög vel og ég, ekki spurning, og ég algjörlega sammála þessum fræðum og móti kemur, þá held ég líka að við, þú veist, bara Íslands samfélag, veist, og við konur sem erum á breytingaskeiði og þessum aldrei, við séum alveg uppgöta að ég myndi segja að númer 1, 2 og 3 samt að stunda lyftingar. Algjörlega sammála það. Og ég finn það sjálf. Að, þú veist, eftir slysið, þú veist, var ég alveg mjög með þetta að halda með massa því ég gat lítið gert og það, þú veist, tók smá tíma að vinna sig upp aftur og ég bara enn í þeim fasa. En ég finn bara, og svo bara vitum við, Erla, að, þú veist, það sem kannski skiptir okkur mestu máli þegar við eldumst, það einmitt að hafa vöðvamassan og halda. Það gefur okkur mestu lífsgæðin, mestu líkurnar við getum verið sjálfstæði lengur heima, bara það geta sest einar á klóstið staði, fallhættan, allt sem fylgir því sem við munum díla við þegar við eldumst. Vöðvamassin náttúrulega grunnurinn, þannig að lyftingar og svona hittaæfingar, ég myndi alveg klárlega mæla með því fyrir konum á breytingaskeiði. Og já, þú veist, það svona sem tengist hreyfingunni og svo náttúrulega skiptir líka ótrúlega margt í næringunni máli bara fyrir konur á breytingaskeiði eins og allar aðrar konur. En líka bara sko því að vöðvamassin, hann hefur náttúrulega bara áhrif á, þú veist, grunnbrennsluna, hann hefur áhrif á hormón, hann hefur áhrif á insúlínviðnám. Bara allan pakkan. Og bara, já, og mér svo gaman þegar ég að ræða við sumar konur og það að segja að grunnbrennslan mín búin að lækka svo mikið og ég bara, ok, en það kannski að því þú ert búin að missa svo mikið vöðvamassa? Skilurðu, að við hugsum þetta, þú veist, hvað veldur? Ef að brennslan hefur lækkað, já, getur verið að það sé vöðvamassin sem hefur rýrnað af því að vöðvarnir náttúrulega brenna mun meira en fita, eða ekki neitt, skilurðu. Þannig einmitt, það mjög góð punktur og svo bara allir þessi verndandi þættir. Og auðvitað vitum við hvað, það náttúrulega, við erum að díla við alls konar þegar bara eins og estrógenið, þú veist, þegar það lækkar. Þú veist, estrógen hefur áhrif á bara heila, hjarta, beinin okkar, blóðfiturnar og bara, þú veist, það svo margir þættir og, þú veist, þessi verndandi áhrif, og, þú veist, þegar þetta minnkar, þá þurfum við náttúrulega að hafa ýmislegt í huga til þess að sporna við. Og sumir fara hormónu uppbót sem hjálpar ótrúlega mikið og margir finna mikið mun. Þannig við þurfum bara einmitt skilja af hverju við erum að gera þetta eða hitt og líka finna það á eigin skinni. Og kannski það sem hendar mér, hendar ekki þér, en við kannski fyrir millivegin. Ég held að þetta sé oft svona, en ég hef mjög mikinn áhuga á breytingaskeiðinu og mér finnst mjög gaman að pæla í því. Og hvað það, þú veist, sem í líkamannum sem að gerast þegar við augum vöðvamassan okkar? Þannig að hann hafi þessi jákvæða áhrif. Sko, kannski bara það sem ég var að nefna áðan, að sko þegar vöðvamassin til staðar, að vöðvafrumurnar þurfa meiri orku heldur en eitthvað annað, þannig að þú veist, brennslan eykst við það. En það sem ég var líka þessi verndandi þættir, þú veist, halda beinunum okkar frekar sterkum, allt í samtöðu beinþynningu og það að, þú veist, þetta minni líkur á við sem að brotna þegar við eldumst. Og ég hugsa alltaf, ég vil verða gömul en með mikið líf í árunum. Ég vil geta gert, þú veist, ég vona að ég geti verið virk og já, bara virka á efri árum. Mér langar ekkert endilega að vera gömul rúmliggjandi, skiljið. Mér langar að hafa orkuna og vöðvamassin kemur svo ótrúlega sterkur þarna inn í, svona eins og ég nefndi áðan, verndandi þættir upp og allt þetta, vera sjálfstæð og geta gert hluti. Bara geta borið pokar. Ég veit þetta hljómar skringilega, en
áttræð kona, hana langar bara sjálf að geta fara út í búð og versla, gengið, labba upp stiga, fara á klósettið, sinnt heimilisveiku, þú veist, og mestu líkurnar einmitt vöðvamassin ef við höldum í hann. Þannig hann mér svolítið hugleikinn núna. Og þegar maður búin að æfa fyrir Ironman í marga mánuði. Þá kannski ekki mikið vöðvamassa. Nei, þá allavega þar maður, þó svo ég ætla samt að hrósa sjálfum mér, ég var dugleg að gera styrktaræfingar með, en klárlega ég búin að vera duglegri í haust að bæta í styrkin. Já, meiri mótstaða, meiri þyngdir. Miklu meiri þyngdir og bara meiri mótstaða. Einmitt að og bara virka fleiri vöðva. Að allir litlu sem að hafa líka svo mikil áhrif. Þannig, já, þú veist, ég algjörlega sammála þessum fræðum að hittið en vera líka mikið á zone 2. Hittið sem sagt high intensity interval training. Takk, Erla, hárrétt. Eitthvað sem að svona, bara eins og bara stuttir spretti, hvort sem það í sundlaug á hjóli eða hlaupið, þú getur gert, eða já, með mikill hvíld á milli líka. Þannig náður þér alveg. Algjör, púlsinn á að vera komin aftur á zone 2 áður og ferð aftur í næsta sett. Þannig, og þú getur gert það með alls konar. Sumir gera það bara með uppstígi, þú veist, það alls konar. Já, einmitt. Og svo erum við konur oft, nú ég kannski alhæfa, en líka má alveg taka inn í, ég pínu hrifin að hafa smá hopp með. Já, það tala þessi nöðsynlega. Beinmassan og hafa það líka í huga, að ekki gleyma að hætta að hoppa þó við eldumst. Einmitt, og jafnvægið, þú veist. Bara algjörlega. Hægt að gera svo rosalega mikið góðum æfingum á öðrum fæti sem einmitt að virkja þá jafnvægið. Og það var líka eitt sem þegar ég fór að kafa í heila pælinguna mína, að ég fór að vera miklu duglegri að virkja bæði heilahvelin og að vera einmitt að gera æfingar á öðrum fæti einu. Af því að, þú veist, þær krossast heilabrautirnar. Þannig að, þú veist, ef það hefði verið meiri skaði hægra megin hjá mér, þá myndi það koma fram á vinstri hlið og öfugt. Og það var svo áhugavert að hægri hliðin mín miklu meiri skralli en vinstri hliðin. Þannig ég vil meina, persónulega, bara ég, engin læknir sem hefur sagt mér það, að skaðinn hafi orðið meiri vinstra megin, skilurðu mig. Það svo margt hægra megin sem hefur Þannig ég líka alltaf að reyna, og ég tek það inn í þjálfun þegar ég að þjálfa fólk, að ég að reyna að virkja bæði heilahvelin og pæla í taugabrautunum. Þannig það svo margþætt sem við getum svona pælt í. Eitt sem ég líka nýbúin að heyra í hlaðvarpið þegar þú varst að tala um heilaheilsuna áðan, að þessi HIIT-þjálfun eða svona háákjafðar þjálfun sem eins og ég kalla það, að hún hefur nefnilega líka svo jákvæð áhrif á heilan, þú veist, á heilaheilsuna. Já, og það nefnilega svo, sko, og þarna alls konar fræði núna og það verður svo gaman að, þú veist, að það verður skoða nákvæmlega hvað það sem veldur þessi jákvæða. Já, þau voru að tala um þessi lactate sem er það mjólkursýra? Mjólkursýra. Já, þú veist að hún hefur þessi jákvæða áhrif og minnkar til dæmis líkur á Alzheimer og eitthvað. Já, þetta mjög áhugavert og ég hlakka bara til að koma meira rannsóknir og fræðigreinar. Þú veist, þetta allavega eitthvað svona mjög áhugaverður punktur, en kannski á sama skapi að þegar við erum að tala breytingarskeiðið og lyftingar og svona, að þú veist, ég er búin að vinna í mjög mörg ár með fólki, að þjálfa fólk á öllum aldri, og það svo áhugavert hvað margir að borða allt of lítið. Og líka það sem hefur komið mér á óvart þetta með próteinið. Hvað margir að borða of lítið prótein, og það kannski, þú veist, jú, ég alveg pínu hissa því að próteinríkur matur ætti svona að vera oft kjöt og fiskur, skilurðu, mjólkurvörur, þú getur fengið prótein og mjög mörgu vörur, þannig kemur mér á óvart hvað margir að borða allt of lítið, og sérstaklega konur. Og það eins og við förum einhvern veginn í þann fasa að ef einhver fer aðeins að þyngjast, að þá fyrir að borða minna, og það eiginlega versta sem við gerum. Og minkum skammtana á einhvern veginn. Þannig að heilt yfir ég bara rosa hissa hvað margir að borða lítið og það vantar próteinið og gleymum bara ofta þú veist, prótein náttúrulega byggt upp úr 20 amínósýrum og allar hafa eitthvað ákveðið hlutverk í líkamanum ef við bara, og 9 af þessum 20 eru lífsnauðsynlegar, þannig að við, þú veist, getum ekki búið til í líkamanum, þurfum að fá það úr matnum. Þannig að, þú veist, maður einhvern veginn líka alltaf að presentera þetta. Og ég veit þetta mikið umræðinni og þetta engin, fólk hefur heyrt þetta, en það kemur mér alltaf jafn mikið óvart einhvern veginn. Og líka bara ef við pælum í hlutverki próteinum, þú veist,
þú veist, og eitt sem að ég bara, nýlegt dæmi, ég var að vinna með einni sem að ég var svona að fara yfir matinn hennar og reikna út fyrir hana og skoða hvað getur bætt. Af því hún var að segja, hún væri bara alltaf þreytt og með slen og bara rosa flensugjörn. Hún sagði bara, þetta nýbyrjað. Og ég fyrir eitthvað að skoða og heyrðu, þá bara vantar hana svona mikið prótein. Og mér langar bara innbra á því að eitt af helstu hlutverkum prótein í líkamannum einmitt að byggja upp mótefni líkamanns. Þannig ef okkur vantar prótein, þú veist, þá vörnin, þú veist, þá miklu meir líkur að við sem grípa allar flensur og eitthvað svona. Og líka ef ef okkur vantar, skilurðu, ef það einhver svona amínósýra sem takmarkandi, segjum þú borðir bara ekki einhverjar afurðir og þá vantar kannski einhverja ákveðna gerða amínósýru, þá kannski bara vantar hana til að búa til eitthvað ákveðið mótefni. Bara ákveðin leik og kubbi líka. Já, þetta bara mismunandi. Ég segi alltaf, þú veist, þegar við erum að búa til prótein, þetta bara eins og perlur og bandi, þú ert með 20 mismunandi lit og svo bara raðar þessu mismunandi upp, hvort sem það ensím eða byggja vöðva eða eitthvað sem tekur þátt í meltingunni, bara öll þessi hlutverk. Prótein hefur náttúrulega gríðarlega mikið hlutverk í líkamannum. Og þannig þú veist, mér langar bara, þú veist, að hamra því að við konur. En hvað nóg þegar þú segir að borða mikið af próteinum? Já, sko. Já, nákvæmlega. Þetta mjög flókin spurning, Erla, og ég veit að þú veist að, sko, ef ég ætti að fara eftir ráðleggingum landlæknis, þá væri það 0,8 grömm per kíló á líkamsþyngd hjá kyrrsetumannsku. Ég ætla að vera svo frökk að fara alveg upp í 1,8 og næstu því 2 grömm per kíló hjá þeim sem að byggja sig upp. Veist, bara, ef þú ert kona sem ert þreytt, ert flensugjörn, mikið slen og bara, þú veist, prufaði, bættu í próteineysluna. Þannig að maður er 70 kíló, það svona allt að 140 grömm af prótein. Já, 120 til 140, bara prufaði, gáðu hvort þú finnur mun. Og ég ekki hlynnt að vera mikið í dufti eða stykkjum, reyndu að fá þetta úr matnum. Og helst í kringum æfingarnar. Já, bæði fyrir og eftir og dreif. Ég reyni, segjum að ég ætla að borða 120 grömm á dag, þá reyni ég að fá það í öllum máltíðum eitthvað. Þá líka upptakan betri og maður þarf líka aðeins að pæla í upptökunni. Og það líka staðreynd að þegar við erum á breytingaskeiði, þá breytist upptakan, tarmarnir okkar ekki alveg eins virkir. Þannig að þó þú borðir 140 grömm, þá kannski tekur ekki allt upp. Það gleymist. Þannig ég vil frekar meina að það sé betra að borða aðeins umfram, þú veist, ef að upptakan ekki alveg góð, en þú finnur það mjög fljótt, hvort þetta fyrir að kikka inn. Þannig að mér finnst þetta líka bara, ef þú pælir í öllu því sem hormóni gera, taugabúðun og heilastarfseminni. Oft talað þessa heilaþóku, ég stundum að velta fyrir mig, getur það líka haft áhrif, bara lítil próteinneysla, þú veist, þessi virkun öll. Þannig að bara pæling. Svo auðvitað þarf líka konur að pæla í járninu, þú veist, en það annar þáttur. En það líka eitt hlutverk próteina, það að flytja flutningsprótein bæði við frumuhimnur og í blóðinu okkar, flytja járn og súrefni í blóðinu og svo passar að öll efni komist inn og út úr frumunum. Þannig að ef maður bara pælir hlutverki próteina í líkamanum, þá það svo gríðarlega mikilvægt. En mér finnst líka áhugavert sem hún segir, að þetta hefur komið áður fram hjá einhverjum viðmælanda að fólk sé ofta borða of lítið. Þá vorum við reyndir að tala um íþróttafólk. En bæði almenningur og íþróttafólk, þeir sem eru að borða of lítið, hvað áhrif getur það haft og af hverju? Ertu til að fara aðeins yfir það? Já, algjörlega. Sko, þetta líka bara gaman, af því núna erum við að tala saman í byrjun desember og það nýbúið að koma í öllum fréttum að við séum að þyngja sem þjóð og börnin okkar að fitna og þetta mjög áhugavert af því að sko, ef ég ætti að taka þverskurinn af þeim sem ég hef verið að vinna með, þá ég með afreksíþróttafólk og svo ég alveg með niður í fólk sem bara kyrrsetufólk, þannig að þetta svona heilt yfir. Allt og margir að borða allt og lítið og hvað áhrif hefur þetta? Þetta hefur svo margvísleg áhrif. Sko, ef ég tala bara heilt yfir, ekki frekar afreksfólk, var það ekki spurningin? Jú, af því að það aðeins búið að ræða þetta með afreks, hvað áhrif getur haft á frammistöðu? En sko bara þetta sem ég var að nefna. Já, ég myndi segja að þreyta og slen, svona fyrst bara orkuleysi, flensan, þú veist, þú ert að grípa miklu meira, bara ónæmiskerfið ekki nógu virkt, sterkt, eða hvað orð sem við viljum nota við það, þú veist, og bara
lífeðlisfræðilega, frumulega, Akkurat, þú veist, það bara, ég bara vantar svo mikið í alla, þá fer bara, ef það vantar svona, þá fer bara að líkaminn svo frábær og vel hannaðir, að segjum sem svo, að ég borði bara, segjum bara 1500 hitaeiningar á dag, en það er kannski 2500 eða allavega 2000, en ég fæ bara þess 1500, þá fer líkaminn að stýra hvert hann sendir og þá verður eitthvað útundan. Kannski það beinheilsan mín eða hárið mitt eða æxlunarfæri. Bara, þú veist, þannig að það er bara, það situr eitthvað á hakanum. Þetta er bara eins og þú fær bara eitthvað x útborgað, en þú ert með reikning, segjum fáið bara 80.000 útborgað, en þú ert með reikning upp á 120.000. Þú náttúrulega hefur bara 80.000 þess að borga, það er eitthvað sem verður útistandandi og það fyrir að safna vöxtum. Ég hugsa þannig stundur líka mér, að þá bara verður einhverstað niðurbrot, verður eitthvað að og þú veist, hvað gerir svo næstu mánaðamót færðu 90.000, nei þú kannski ennþá bara 80.000, þá bara ennþá meiri skuld. Já, kannski bara streita í líkamannum. Já, ég meina, allt þetta sem við vitum að hefur áhrif og það er líka staðreynd að þú nefnir streituna að þegar við borðum og lítið þá hefur það áhrif á streituvakana í okkur, bólgumyndandi og mjög mikið af sjúkdómum, lífsstílsjúkdómum eru einmitt bólgusjúkdómar, þannig það er líka samhengi á milli. Þannig að þegar við erum hrædd að verða of þung, það er svo slæm að lendi þeirri hugsunarvillu að fara að borða minna. Og ég veit þetta er flókið og þetta kallar á mikið samtal og maður þarf að breyta alls konar hugsunarferlum. Frekar bara breyta mataræðinu hlutfallslega en ekki minnka magnið. Algjörlega, já, algjörlega. Og einmitt að taka kannski það einhverja aðra þætti líka inni eins og kannski lyftingar eða einhvers konar hreyfingu með. En það versta er að þegar við förum að borða minna og þá bara hægist á öllu ferlinu og verður vöðvarýrnunin og við bara, já. Vá, við getum talað bara þetta. Og hægist bara á líka bara efnaskiptunum og grunnbrennslunni og öllu. Og bara, þú veist, og líka þetta með að okkur finnst við heilaþokan okkar, þú veist, heilin bara að fá nóg, þetta er svo margþætt, þú veist, auðvitað og svo getur auðvitað verið margt sem spila þarna inni og það er rosa erfitt að alhæfa, skilurðu hvað ég á við, en svona heilt yfir þá erum við að borða rangt. Oft á tíðum of lítið, en oft á tíðum líka rosalega slæma samsetningu, litla næringarþéttni, oft að borða mikið af matarlíki og þú kannski trúir því í alvörinu að þú sért að borða eitthvað gott og hollt, en þá er það kannski bara rosa mikið uppfyllingarefnum í því, lítil næring. Og stundu segi ég bara, þú veist, þetta er svo mikil frumskógur. Þetta getur verið mjög flókið. Og ég reyni alltaf, þú veist, þegar ég er að kenna, sérstaklega þegar ég er að kenna ungmennum og einhverju sem að, þú veist, ég spyrði alltaf við því hvað okfruman er, það er alltaf fyrsta fruman þegar sæðisfruman hittir eggfrumuna, við erum bara í grunninn frumur. Fyrst vorum við ein fruma sem fjölgaði sér og ég er alltaf að reyna að fá til að hugsa að þú ert bara ein fruma, hvað efni þarftu til þess að hún starfi eðlilega. Allar frumur líkams hafa einhver frumu líffæri og það er bara fullt að gerast og þau þurfa bara efni. Og svo má ekki gleyma vatninu og söltum eða steinefnum að það sé jafnvægi þarna á milli. Og þetta er svo margþætt og svo margt sem væri hægt að pæla í, en heilt yfir þá væri til að sjá hreinna fæði og bara meiri orkuinntöku á réttum efnum. Þetta er náttúrulega svona lýðheilsupæling og þú ert mikið búin að spá í því. Hvernig getum við breytt þessu? Hvernig sér þú fyrir þér að þetta hafa jákvæð áhrif í þessa átt? Veistu það, þetta er svo margþætt af því það sem ég kannski lært á þessum 30 árum sem maður er búin að vera í þessum bransa að starfa í þessu er að það er ekkert eitt sem er að. Þú veist, oft vill maður bara benda á næringuna eða lítil hreyfing en þetta er svo sambland og líka bara hvernig líkaminn virkar, einmitt bólgur, streita, allt þetta sem tengist lífeðlisfræðinni. En í grunninn þá þurfum við einhvern veginn sem þjóðfélag að hægja á okkur. Það er kannski, þú veist, í grunninn og við þurfum að borða næringaríkari mat og vera bara, vera aktív í daglegu lífi.
Sko það nefnilega, þú veist, ég talsmaður þess að vera aktív í daglegu lífi og þó sem við höfum talað um Ironman áðan sem mjög öfgafullt og ég ekki að mæla með því fyrir einn eða neitt í alveg talað út frá heilsufarslegum pælingum. Nei. Heldur að ná að bara labba meira, vera meira á fótum, þú veist, að því að ef þú fer bara, segjum þú farir í ræktina, gerir eitthvað klukktíma á dag, hvað gerur alla hina 23 tíma sólarhringsins? Ertu að sitja þetta við skrifa allan tíma? Já, þú veist, hvað við bara almennt virk og þú sér bara munur á Dönum og Íslendingum. Þú veist, ef þú bara skoða... Þú hjóla meir vinnun og svona. Ég bara bara aktífur í daglegu lífi. Þú veist, þannig að þessi litlu þættir, streitan, aktífur í daglegu lífi og þú veist, borða næringa Er það ekki það sem þessi bláu svæði í heiminum, blue zones, Jú. þau eru með þessa punkta sem þú ert búin að nefna? En sem líka svo ótrúlega gaman af því að sko við erum náttúrulega meistarar í einhverjum tískubólum og eldast við þetta hitt og hvort sem það hérna lágkolvetni eða keto eða þetta hitt að ef þú pælir í þú veist, ef þú skoða fólk með miðbaug sem dæmi, þau borða rosalega mikla kolvetna ríka fæðu bara, þú veist, þau bara ég man ekki prósentutölu en það bara eitthvað 60-80% af fæðinu bara kolvetni. Yeah. Þau eru ekki að kljást við það sem, við erum ekki að tala um sömu lífstíls vandamálin af því það oft í dag það alltaf kolvetnin sem eru versti og þau séu... Allir segja þessi djöfullin? Já, þess vegna svo áhugavert. Ok, ef þú býrð við miðbaug, ég veit að mun meiri sól, meira D-vitamin, er það ástæðan fyrir að þau þoli kolvetni meiri? Hvað það lífeðlisfræðilega sem gerir það verkum? Eða þú skoðaði Blue Zone, Miðjarðarhafsmataræði talað besta. Hvað það? Það mikið af, það náttúrulega bara hreinar afurðir, fiskur og mjög mikið af grænmeti og ávöxtum, góðum olíum, skilurðu. Þannig það einhvern veginn, þú veist, mér finnst bara einhvern veginn hreina mataræði ná í gegn, sko, á svo mörgum stöðum. En ég líka ekki típa sem mikið í að, ég eldi ekki mikið tísku bólur í saman við mataræði, ég reynir svona heilt yfir bara að borða úr öllum fæðuflokkum en reyna að passa hlutföllin líka út frá því hvað ég að gera og annað slíkt. En svo bara búum við hérna norður hjara veraldar þannig að það líka pínu öðruvísi dægursveiflurnar og ég held að þetta hafi allt áhrif. Og svo streitan, hvað hún magnar, hvað áhrif hún hefur innvortis. Af því það eitt að hérna, þú veist, horfa á bílinn, skilurðu. Þú veist ekkert hvernig vélin þegar þú horfir á einhvern bíl. Og það sama með okkur að hérna, þú veist, já, að það getur verið svo margt að þó að kannski útlitið beri það ekki með sér. Og ég væri náttúrulega ótrúlega til í að væri einhver svona á Íslandi, þú veist, ég búin að berjast fyrir því lengi að það bara sama system og með bílana. Við fyrir með bílinn í skoðun einu svona ári, nema ef hann glær nýr þá fær hann aðeins lengri tíma. Og ef eitthvað að bílnum þá færðu grænan miða og þú býður bara í einhvern x tíma og fær tækifæri til að laga það og svo kemur aftur miðan. Og af hverju erum við að þessu? Þetta upp á öryggi og bara alla þá þætti. Og ég vil meina að ef að heilbrigðiskerfið okkar væri svona, ef að ég kæmi bara í júlí, af því ég á afmæli í júlí, það væri bara minn skoðun á mánuði og ég færi bara að fengi góðan tíma með læknunum mínum, ekki eins og bara 10-15 mínútur eins og heimilislæknar hafa. Og ég ekki að ásaka lækna, heldur bara, ég held að starfsumhverfi þeirra sé ekki þægild upp á að tækla þetta. En við fengjum, segjum sem svo ég færi og það væri hérna, já ég sé að hérna blóðþrýstingurinn aðeins að hækka hjá þér Sonja eða blóðsykurinn og ég fengi bara leiðbeiningar. Svo kæmi ég aftur eftir 2 mánuði af því það miklu auðveldara að grípa inn í, segjum bara blóðþrýsting, að lækka hann meðan hann bara rétt að hækka heldur en ef hann komin í háþrýsting, skilurðu. Og háþrýstingur kallaði þeir silent killer og það ekki af ástæðuleysu. Og hvað margir sem hafa ekki hugmynd að vera með háþrýsting? Þannig ég bara segja að, þú veist, reglubundið eftirlit með heilsun okkar gerir okkur bæði ábyrgari og meðvitaðir hvað í gangi. Og eins og ég sagði í upphafi, eitthvað dýrmætara en heilsan? Og ég held að allir vilji hugsa vel sig en hafa kannski ekki þekkingu eða tækifæri skilur til þess. Þannig að fræðsla, þú veist,
Þannig ég segi, mér líður stundum og ég hef oft sagt það í fyrirlestum, mér líður stundum eins og við hugsum betur bílinn okkar heldur en okkur sjálf. Sem ótrúlega sorglega. Já, og bara að þú skoða gögn og skoða hvað rosalega há fjárhæð sem fyrir það að, þú veist, hvað segir maður, slökkva eldana. Ég veit. Staðan fyrir forvarnirnar. Já, og þetta svona heilsufast, ég bara trúi því að það myndi geta, það frábær forvörn. Að ég hef líka fengið fullt af fólki sem ég bent á, ég vil bara fara í blóðpröfu eða ég vil gera þetta, að ég kannski með grunar eitthvað sé í gangi og ég vil bara fá það staðfest. Og þá lendir fólksinn við því bara, nei, læknirinn minn vill ekki að ég fari í blóðpröfu að því ég svo ungur eða að því ég svo hraustur eða að því ég svona. En þú sérð ekkert nákvæmlega hvað að gerast innvortist þó þú sérst ungur eða svona eða hinsegin. Nákvæmlega. Þannig stundum finnst mér eins og fólk þeirra berjast fyrir kerfinu að fá þetta eða hitt. Þannig að ég ekki með neitt svar við góðu spurningun sem þú spurðum á það, Erla, en ég held að þetta sé margþætt og margir vinklar sem koma þar inn í. En það væri náttúrulega, ég hef oft hugsað þetta líka, hvað væri bara geggjað ef allir væri bara skyldaðir að fara í svona ástandsskoðun. Þú veist, ég fer einu svona ári í Greenfit, að ég mjög heilsu meðvituð og þú líka og margir sem gerir þetta. En það fullt af fólki og örugglega þeir sem mest þurfa á því að halda, fara ekki. Einmitt. Og ég segi oft, við erum ofta að tala fjármálalæsi og allt þetta og ég tala alltaf heilsulæsi og ég bjó mér þess að til áfanga í Emma sem hét heilsulæsi. Að því mér finnst þetta vera einn af, þú veist, svona þessum þáttum sem skipta okkur öll máli, að við séum læs á eigin heilsu og ég held í alvörunni, ef þetta væri innbyggt í okkur að fara í tékk einu svona ári, þá myndum við verða ótrúlega meðvitaðri að gera betur fyrir okkur sjálf. Þetta alltaf spurning okkar eigin heilsu. Já, og þá fengjum við svona eins og sjómennirnir gulir, rauðir eða græn. Þeir fengu ekki bara það, hjá mér, þeir fengu líka smörbók. Ég þarf nú að gefa þér svoleiðis, Erla. Og ég ekkert að grínast með þetta, við erum að tala fyrir 17 árum. Þá hugsaði ég bara, heyrðu. Eins og var í bílnum alltaf í Háskólanum. Heyrðu, að því að, ég hugsaði, þetta bara kallmenn. Ég vildi óska það að það voru konur, það voru bara ekki. Og ég hugsaði, hvernig næ ég til kallmanna? Svo bara eftir fyrstu daginn, þá voru þau bara alltaf að tala einhver mótorhjól, snjósliða, bílana sína eða eitthvað. Og ég ákvað bara, ég gerði í alvörinu umferðarljósa módelið og ég bjó til alvörinu bók sem heitir Smörbók og þar inni var hæð og þyngd, blóðþrýstingur, blóðgildin, mittismál. Sem að tjekka bara einu sinni í mánuði það. Já. Og og líka alltaf bara fóru á heilsugæsluna og letu fyllin, þannig þeir hefðu líka eitthvað yfirlit. Og ég man líka eftir spurninginu, af hverju mittismál? Og ég fór og bara það að þeir vissu, að þeir færu yfir ákveðna sentimetra, þá væru þeir að auka líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum mjög mikið. Bara það hélt þeim við efnið. Og þeir voru markvisst að reyna að fara undir þessa sentimetra. Ég veit þetta hljóma kannski ómerkilegt eða eitthvað þannig, en þetta hefur í alvörinu áhrif á þú sért meðvitaður og bara það að vita að ef þú ert karlmaður og ferði við 92 cm þá ertu að auka líkurnar á þessu eða hinu og vita hvað í þessari efnaskiptavillu. Ef þú ert að tikka kannski 3-4 box af 5, af því það eru 5 þættir sem skipta máli þar. Þess að langt sem við farið yfir efnaskiptavillu í þessum þáttum, getur þú útskýrt hvað efnaskiptavilla er? Já, efnaskiptavilla sem sagt að það eru 5 þættir undir og ef þú tikkar í öll bóksin þá ertu komið með efnaskiptavillu sem segir bara að frumurnar þínar, hvatberarnir og hvatberaheilsaðin sé orðin mjög slæm og þetta mittismál, það bara ákveðin sentimetrar fyrir karlmenn og ákveðin sentimetrar fyrir konu. Það blóðþrýstingur, bara ákveðin gildi þar. Tríglýseríð sem bara blóðfitan og svo það kólesterólið og það mjög mikið pælt í hlutföllum og kólesteról eitt að sé kannski ekkert svo hættilegt, þetta miklu meira hlutföllu og að pæla í LDL og HDL og líka hlutfölli LDL og tríglýseríð, þess vegna það og blóðsykur. Þannig að þetta svona þessir þættir sem maður verið að fylgjast með. Og ég bara skoðaði þetta til dæmis fyrir 17 árum og bara, þú ert kannski að tikka 3 af 5 eða 4 af 5 eða þú ert að tikka öll 5 og þá færðu viðvörun. Já. Þannig að efnaskiptavillan við erum alltaf að sjá hana líka hjá yngri einstaklingum sem veldur manni svona hugarangri. Að það eitthvað í kerfinu okkar sem ekki að virka. Nei. Og maður hefur alveg heyrt það að fólk sem að lítur út fyrir að vera heilbrigt það bara alls ekki. Já, og þetta, mér er svo gaman að
pæla í þessu að ég man alveg, fyrir hana, það 30 ár síðan maður var að útskrifast úr framhaldsskóla og svo var í íþróttakennsskólanum og á þessum árum þá var rosalega sorgleg hugsunarháttur að bara það var samasemmerki ef þú varst X feitur þá var XA, það var bara ákveðið. En staðreyndin var svo að þú gast verið fit eða fit en samt yfir kjörþyngd, þú varst bara í góðu formi og kerfið virkaði ótrúlega vel, þú varst bara á góðum stað, bara vélinn var það var bara allt í tipp-topp þó þú væri aðeins of þungur. Svo gastu verið með annan einstakling sem var grannur og þá var rosa margir sem bara ákvað þá var allt í góðu. En þú getur verið grannur en með allt innvolsið í ólægi. Bara fita í kringu líffærin og allt bara fitulifur og bara, blóðsykur, blóðþrýstingur, blóðgildi, alls ekki á góðum stað. Þannig að þetta útlitslega... Heilsa ekki útlit. Nei, og það kannski það sem við erum alltaf að læra betur og betur. Erum við ekki saman það? Jú, bara 100%. Þannig að heilsufarstjekk eitthvað sem ég búin að berjast fyrir og bara til gaman saman 2008 þegar verkefnið mitt fékk skemmtilega umfjöllun í þjóðfélaginu að þá var ég kölluð í nefnd hjá heilbrigðisráðuneytinu og var að vinna með heilbrigðisráðherra akkurat að þessu að koma að svona heilsufarstjekki hjá bara öllum og við erum tæplega 400.000. Þetta á ekki verið ekki mikið mál, við erum svo lítið hverfi í New York eða eitthvað, skilurðu. Við erum bara að fara að berjast fyrir þessu eftir. Já, og við erum eyja. Þetta ekki einu svona flókið að halda utan þetta gagnaskráning, þetta ekki flókið, mér setja ekkert mál. Og sá heilbrigðisráðherra var ótrúlega jákvæður og þetta var komið bara í ákveðin ferli. Svo þetta bara þannig með stjórnmálin í Íslandi að það liður bara nokkru mánuð, þá bara allt í einu komin annar heilbrigðisráðherra sem einhvern veginn sem ég líka svo skrítið, stingur bara öllu ofan í skúffu og byrjar með hreint borð. Öll vinnan, allir tímanir, allt sem maður var búin að leggja á sig í sjálfboðavinnu. Það sorglegt. En svona þetta. Hugsaður ef eitthvað fyrirtæki, þetta finnst mér mjög áhvert við stjórnmálin. Þess vegna finnst mér stundum einhvern veginn okkur ekki takast að halda nú vel utanum svo marga þætti. Það verið að gera rosalega marga góða hluti sumstaðar í kerfinu en það líka margt sem mætti gera betur. Það bara mín persónulega skoðun. En mér langar svona að kannski fara að taka þetta saman. Ég spyr alla sem koma til mín einnar spurningar. Ég held að þú viti hver hún er. Hvað er heilsa fyrir þig? Já, vá. Ég hef svo oft pælt í þessari spurningu að þegar maður er búin að vinna svo í mörg ár, mörgu sem tengist heilsu og maður einhvern veginn finnur svo mikinn mun á sér þegar maður missir heilsuna. En í grunninn þá finnst mér heilsa einhvern veginn bæði vera ótrúlega flókið en samt einfalt hugtak. Og í mínum huga snýst þetta ekki bara að vera veikur, skilur. Heldur þetta heilsa einhvern veginn í mínum huga þetta jafnvægi á milli þessara líkamlegu, andlegu og félagslegu heilsu og einhvern veginn það að bara geta tekist á við áskorunni daglegs lífs. Ef ég get það, þá tel ég mig vera með góða heilsu. En ég þarf alveg að vanda mig að halda, rækta allt, ekki síst þetta félagslega og andlega og líkamlega svona, þá helst þetta allt í hendur. Þetta er eiginlega bara svarið mitt í sambandi við heilsu. Ég vildi að ég hefði eitthvað geggja kvót, en þetta er svona einhvern veginn, þetta jafnvægi og það geta bara, Mér finnst eitt sem að ég verð nú bara að nefna áður en við hættum að mér fannst svo skemmtileg setningi sem þú sagðir, myndir einhvern tímann taka frí frá tannburstun? Já. Og þá hugsa allir, nei, en af hverju tökum við okkur frí frá heilsun okkar? Gaman og skildi muna til þessu. Já, ég var hana með þetta í einhverju fyrirlestri og mér svo gott að spyrja fólk að þessu, Erla. Myndir þú einhvern tímann taka þig frí frá tannburstun? Nei. Og það var mitt svari sem ég var að vonast eftir og eins og þú sagði, þá var ég að fá umræðu. Þetta var ungt fólk sem átti að hlusta. Reyna að fá það til þess að hugsa þetta út frá einmitt hreyfingunni. Okkur finnst svo sjálfsagt að taka okkur frí frá reglulegri hreyfingu. Það getur svo skorpum eitthvað. Já. Og ég þoli ekki orðið átak. Ég er alveg bara, þegar við erum að tala um heilsuna, Ég vil bara að, heilsan sé bara alltaf í forgrunni. Að við séum að hlúa henni á einn eða annan hátt.
alls ekki taka einhverja kúra eða átaka eða eitthvað í því. Við bara reynum að gera okkar besta dagstælega, hlúa að henni eins og, já, hverjum með einum, þú veist, hendar hverjum með einum. Að því líka hreyfingar svo margskonar, að því við vorum að tala hreyfingu inn í þetta, finna eitthvað. En er eitthvað að loka? Eitthvað sem ég að gleyma að spyrja með að þið langar að Ég held bara ekki. Ég held að við séum búin að, maður er svo, tími líður svo hratt og maður tala svo mikið. 2 tíma. Ég þetta með. Kannski bara að minna okkur á að, enginn getur allt en allir geta eitthvað og það tengist líka heilsunni. Já. Að passa sig að, eld ekki allar, hvað segir maður, tískubólurnar sem í gangi. Fylgja einhvern veginn sínu hjarta og trúa sinni vegferð og kannski fá aðstoð ef að það stoppar einhverstaðar en muna bara, já, að allir geta eitthvað. Ég er ennþá með alveg nokkra punkta en ég hugsa að ég fái þig kannski bara aftur einhvern tímann og við tökum svona heilsumóla. Já. Svona bara stuttum afmarkað efni. Geggjað. Hvernig líst þér það? Bara geggjað. Er það ekki? Já. Mér finnst það svo skemmtilegt. Þá líka, þú veist, ef fólk hefur sérstakann áhuga á einhverju þá getur það líka, þá getum við farið svona djúpt í eitthvað, svona því þú ert svo góð í lífeðlisfræðinni. Sem að við bara, já, maður skautar yfir og maður talar svo mikið. Og ég tala mjög mikið, þú mátt alveg líka stoppa mann, ég gleymi því. Þú komst inn til þess? Já, stundum er ég bara ásanlega, þú talar svo mikið. En heyrðu, áður en ég kveð þig, þá er ég með gjöf. Haldu þig frá Heilsuhillunni. Æ, takk kærlega. Við erum með það sem er lífsnauðsynlegt hérna yfir veturinn, D-vitamín og alls konar K-vitamín og þarmaflóruna. Geggjaði. Gaman að pröfa líka nýtt, það er líka nauðsynlegt, það festast ekki alltaf í sambandi við þarma, góðgerla. Þeir eru bæði með svona góðgerla og svo meltingarensím sem að margir hafa hjálpað mörgum á stað sem hafa verið að glíma við. Einmitt eftir pensilín eða... Einmitt, sem er mjög nauðsynlegt að bústa upp. Og alls konar, stútfullupóki af flasku. Kærar takkir alltaf. Það verður að þakka Heilsuhillunni. En mér langar líka bara enda að þakka Spírunni, Virkja og þín fegur snyrtistofu líka og Heilsuhillunni fyrir að styðja við bakið á mér og hjálpa mér að gera þessa skemmtilegu þætti. Geggjað. Takk fyrir því, Sonja. Takk fyrir að bjóða mér, þetta var mjög skemmtilegt. En það ekki bara. Jú. Sjáumst í vinnunni. Gerðu það. Að lokum langar mig að þakka þér, kæri hlustandi, fyrir að hlusta á hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Mér þykir ótrúlega vænt að þú skuli gefa þér tíma til þess að hlusta og vonandi ertu komin með fleiri tæki og tól í hendurnar til þess að bera ábyrgð á eigin heilsu. Því við erum jú með öll með lífið í lúkunum. En ég reyni að gefa út þætti á 2 vikna fresti. Síðan koma af og til styttri heilsumólar, þannig að stundum verða þættirnir fleiri í hverju mánuði. Og ef þú ert nýr hlustandi, þá náttúrulega bara hvet ég þig til að skrolla allavega tilbaka og bara byrja frá byrjun. Þetta eru svo magnaðir viðmælendur sem hafa komið og svo mikið af gagnlegum upplýsingum sem að geta hjálpað okkur að lifa betra og innihaldsríkara lífi. En ég segi bara takk fyrir í dag og við heyrumst aftur eftir 2 vikur.